Næsta mánuði verður F9 blöð 14 ára búið að halda upp á ferminguna, þurfum ekki að fara meira við það. Nei, við tölum aldrei Annars er 17. október og klukkan orðin 4 og F9 blöð verður hægt í göngu sína á bara fínasta föstudegi. Það er fullu bátur, Blöndaleiti, ég sitt í mínu sæti og beint á móti mér sitja þeir Steinþór Róar Steinþórsson og Egill Einarsson og drengir. Ég ætla bara í gömlu góða spurninguna, bara hvernig erum menn? Já, ég er bara fyllandi góður og fróndi fínn, Langt sem þú verið þannig. Herru, þú líka tókst fullt nafn á mig. Já. Það er svona eins og að vera að skamma okkur. Maður þarf alltaf aðeins að koma þá tilbaka og vera alveg ekstra feskur. Já, sína smá þroska. Erum við ekki að þroskast aðeins? Jú, ég sko, höfðu ekki alltaf talað um það með hverju ári verðum við 15% þroskaðri. Nei, ég held að reyndar að það hef ekki staðist. Reyndar heyrði ég gamla þáttundaginn og jú, þetta er nú aðeins breyf sem betur fyrr. Þetta var skálað. Já, það ég held að væri bara fínt fyrir okkur alla þegar þessi þáttur, klárar eða þegar hann bara hættir að eyða öllu. Það er ekki hægt að eyða öllu höldi, sko. Nei, þetta verður allt saman Þetta verður bara til einhvers staðar. Já, Sko málega, við höfum aldrei Og no shame. Við höfum aldrei að eyða neinum þáttum. En ég myndi ekki at gunpoint fara að hlusta á þátt, gamlan þátt. síðan svona, bara hlust á einn gamlan svona 11 ára eða eitthvað. Já, nei. Fólk er að taka gömlu þetta, sko. Já, Þú voru að tala í mækinni. Kannski er það soft, sko. Ég kveikt á mæknuna. Já. Ég er samt gaman að fólk sé að binsa þætti og bara, vonandi erum við að stytta. Já, sko, við erum með hlustundur. Þegar við segjum eitthvað stundum að þá er búið að finna það í næsta þætti og þá er það samt eitthvað sem var sagt fyrir 7 ára síðan. Já, þessi hlustundur eru bara ekkert eðalega góð að finna gömul kvót skjala söp bara alltaf bara 10 að segja eitthvað og finna við finnum það nú leikir. Við erum með alvöru fans og alvöru fólk að hlusta. Drengir, það var síðasta föstudag. Þá var, það er alveg sami gýrin í okkur núna, en þá var landsliðið. Voruð ánægðir með síðasta glugga? Já. Hvað meinur þú? Þetta er bara Töpuð fyrir Úkraínu og Nei, já, síðasta glugga. Ég hefði viljað fá 4 punkta í þessu glugga. 4 punktar hefði verið helviti kósi, sko. Og veist, og ég meina mér finnst nú að þetta eiginlega áttu það skilið, finnst mér. Já, ég sammála því. Við erum bara svolítið stað. Ég er ósáttur með gluggan en ég er að fíla landslið okkar. Orðum það þannig. Já, ég líka. Það er eitt að tapa, hefði þetta verið 0-1 viðbjörn, 5-3 reyndar. Þú veist, Úkraínuleikurinn var, sko, síðustu bara 10 mínútur eða eitthvað, var bara sko, við vorum byrjað að faðmast á Amerikan Bars fyrir jöfnuð 3-3 og ég held ég öll bett væri að fara að detta. Þetta var bara sorglegt. En síðasta leikur á móti Frökkum, hann var náttúrulega alveg gjörsamlega geggjaður. Menn voru að berjast maður. Þetta var gamla góða barátta mætti. Já, hrikalega ánægð með þetta. Fyrsti, ég fóð með Tetta á leikinn. Fyrsti landsleik og Tetta, hann fikk alveg leik 2-2 mútið Frökkum. Og gæti hann alveg setja í róluðu bara og horta á. Það er mikill munur á mínum eldri dreng sem er 1,5 ára eldri heldur en yngri bróður sinn. Yngri bróðurinn sagði ekki geta að setja alltaf tíma. Ég hef aldrei sko lagt í það að mæta með mína á fótboltaleik sko. Hún gæti ekki setja kýrarna í sko 10 mínútur. Hún myndi eyðileggja leikinn fyrir allir í stúkunni. En nei, svo kemur tími að það er hægt. Þau fljóta detta. Fljóta þroskast eins og við hérna. En svo er reyndar, það má ekki taka af þessari helgi. Það er alveg helgi framundan. Sko, besta deildin fyrir aftur á staða sem er að mínum mandi bara einn mest spennandi og skemmtilegasta deild í heimi. Já, alvöru leikur hjá þínum mönnum Steindi. Það er Vestur að koma í heimsókn. Það er allt undir. Það er sem sagt, ef við töpum leiknum þá er þetta bara, þá erum við á leiðin lengi til þetta. Þetta var að tap. En ef við vinnum leikinn, þá erum við basically að þá er þetta basically ykkar höndum. Já, þú veist, við þurfum ekki að stóla úrslit hjá neinum örum. Við getum bara unnið þessa leiki. Svo ég skagan í síðasta leik. Já, en það sem ég er að vona er að Skaginn vinni IBVF og er ekki að móti IBVF, eða móti Káa. Ég manna ekki alveg. Káa. Það múti Káa. Já, ég held að Káa er IBVF. Já, IBVF þarf nú að vinna þannleik í Guðanabænum. En að því að þetta snýst bara Káa er vestra og afturlíku. En segjum að ég myndi bara vinna Káa, þá ætla ég að vona að mínir menn upp á Skaga helli bara vel í sig, eiga skilið, hafa engu að tapa í lokaumferðinni. Það er helga helli í sig, sko. Og mæta svo bara í leikin. Já, allir. Og svo mæta þeir bara í leikin á móti okkur bara með sígarettu og strákar.
við viljum að hafa ykkur með og bara nánast gefa okkur leikin. Þú veist, ég meina, ég sé þetta þannig þú heldur að þeir mæti bara með Gæti rettu þunnir og bara svona herðu sjáumst á næsta ári, í bestu deildinni. Ég get lofa því að ef Skæin Já, fyrstu það? Nei, en ef Skæin tryggir sér sæti áfram í bestu deild núna á sunnudaginn. Já, auðvitað verður betra fyrir ykkur að þeir séu öryggir Já, ég meina, heldur að þeir sé að fara að mæta alveg brjálaðir í einhvern leik og... Nei, en svo er oft þægilegt að mæta í leik með bara 0 áhyggjur, bara Já. leika sér að spila fótbolta sko. En þú veist, þeir verða samt með Winston sem er þægilegt fyrir okkur. Svo er líka talandi boltan, það er Liverpool Manchester United á sunnudaginn líka sem er stórleikur á sín og ég bara, er þetta ekki bara eins og alltaf þegar United er að spila núna, er maður ekkert bjart sín? Nei, þetta er bara þungt. Þið voru að segja mér. Búið að þungt lengi maður. Ég var að heyra í fyrsta skipti. Svona eins og bara, þetta er svona eitthvað nett ofabeldi samband. Ég var að heyra í fyrsta Þetta er svo skipti. íslenska veðri. Ég náttúrulega fylgist ekki jafn mikið með ennska boltanum á því. Nei. Ég fylgist með íslenska boltanum mjög mikið, sem er ógeðslega gaman. En hérna, að því að við erum líka með lið og svona. Ég hef oft svona talandi það. Já. Ég er ekki alveg, ok, ég er ekki að gera lítið úr þeim sem hafa ekki áhuga á íþróttum eða fótbolta. Ég var lág á íþróttum. Já, en ég hef oft svona hugsað hvað, eins og veturinn. Þetta er eina sem að hugga mann. Enski boltinn sé, hvað er, af því að til dæmis segjum að þú hefur áhuga að fara í leikhús og eitthvað. Þú ert búin að sjá kannski leikritið þitt sem langað að sjá, svo er það kannski langt í næsta, meðan þessi leikir eru bara allar helgar. Hvað gerir maður? En svo er náttúrulega fólk líka sem á alltaf inni bara 10-15 sjónvarseríur. Þetta er svo breyttir tímar. Í gamla dag horfa alltaf allir á sama sem er í gangi. Bara ein serí á RÚV og ein serí á... Sko, ég er sjónvarspíkill, ég er búið með þetta allt líka. Er það? Ég á bara svo 15-20 seríur inni. Það var að þið voru alltaf bara heima og skeinandi þér. Nei. Þú voru alltaf með hvaða seríur, sko. Mér átti alltaf einhverja góða Já, seríur. bara nóg til að góða. Er þið búin að taka Black Rabbit á Nei, Netflix? Ég er ekki eins og byrjar að spila Battlefield sem ég ætlaði að vera löngu byrjar að spila. Ég er bara með allt í rugli. Battlefield. Já, Tölvuleikur. tölvuleikur. En hérna, og fleiri, ég á nokkra leiki sem langar að spila líka. Ég skil ekki Og þau bara ekki nægan tíma. Ég skil ekki hvar fólk finnur. Ég bara skil ekki hvað þú ert að gera á kvöldin. Ég er náttúrulega bara, ég á fullt af börnum og... Já, þau eru fann að svo væntalega á kvöldin. Já, ég meina, eldri dóttir mín er bara að sofna klón 10, skilur, hún er 11 ára. Já, en þú ert alltaf að tala um að þú ert fann að sofa rúmlega 2. Já. Hvað ert að gera þá? Ég er bara opna tölvu og ég er að skoða eitthvað og pæla og vesina. Þú ert ekki að gera neitt. Það er eins og sér drósu upp. Já, en býttu, mér langaði að gera eitt. Mér langaði að koma aðeins inn á eitt, má ég plugga aðeins? Já, alltaf. Já, af því að það er leikur á sunnudaginn og eins og við vorum að tala um, þetta er mikilvægasti leikur bara allra tíma fyrir afturlíku. Já, þetta er það. Þetta er mikilvægasti leikurinn. Bara á full time. Frá því að félagi var stofnað er þetta mikilvægasti leikurinn, það hlýtur að vera. Já, þeir eru komið, nei, bara ekki úrslitaleikum til að koma sér upp. Þetta er svona jafn mikilvægt. Já, við erum að falla við töpum. Já. Þannig að ég ætla, við erum með fjölskyldubingo. Það er bingo í Hlégarði klukkan 1 og að sjálfsögðu foreldrar geta náð sér í kaldan og svona, þetta er bara stemning og þetta er bara svona til þess að hjálpa til að trekja á völlin, þannig að fylla Hlégarð klukkan 1, fara í bingo, stemning, allt frítt, kostar ekki neitt og svo löpum við saman á völlin. Þannig að þetta er svona, mér langar að koma að þess að Stemming í Mosó ég verði bingostjóri á sunnudaginn, já, þú kannt það nú. Við erum stjórnan okkur bingo. Já, ég og Himmi Gunn. Svo er Egill, ég ætla að spyrja þig líka einu. Ég sá bara í dag fyrirsögn og ég trúi þú er aldrei minnst á þetta því að það er enginn sem að hugsa meir böð á Íslandi en þú. Ég er náttúrulega Ásgeir Kolbens í gamla dag en það var öðru sér bað. Það var bara venjuleg baðkar, sko. Já, 1000 fermetra baðlón opnaði í dag. Já, Ertu búin að bóka tíma? Ég er helvíti peppaður, sko. Fékkst ekki svona Hvar er þetta? Eitthvað svona VIP ösku. Ég er áhuga maður böð, þess að þið vitið. Og bóðsmið. Þetta er Laugarás Lagún. Já. Er þetta bara Þetta er á Suðurlandi, sé ég. Laugarás Lagún. Hvað er þetta bara í bænum? Það er búið að opna. Ok, maður tekur degi og fönn og Selfoss, þetta sé langt frá það. Já, við erum bara að kynna okkur þetta í kvelli. Helst að fara þetta bara morgun. En sko, ég sá eitt nefnilega strax á myndinni af því að þú ert sérfræðingur í þessu. Sérðu hérna út um allt borð og stólar. Þannig að þú getur verið með kaldan onni. Þetta er líklega bara sem út að ég er búin að töðum þetta núna í mörg ár. Já, það er hlusta greinlega. Út að skóaböðin alltaf hafa verið með þetta upp á 10. Já. En má ég spyrja ykkur einu? Þetta er ógeðslega flott, maður. Er Íslandingar er eitthvað sem elska meira en bara að baða sig? Ekki bara Íslendingar, menn að þú ferði í Bláa lónið, þá hittur þau bara ekki Íslending, sko. Nei, þannig að þetta er ekki Íslending og það er elska allir gott lón, sko. Ég er skælagún maður, ég fer ekki bara alltaf að darra blöður úr þú, sko. Nei. Ég er að fara alltaf til þess að spjallaði fólk og er fullt af bara, er alltaf bara að það er stappa. bara, þú veist, þetta er 90% útlendingar.
Ég kenni ekki fyrir mér nákvæmlega hvað þetta Þetta er bara ekki Íslendingar sem er baðóðir Vitið þið það? Það stendur bara á Suðurlandi Þetta er bara, ég er að Hvað er þetta langt frá Selfossi? Þetta er já Bláskógabyggð En eru Þetta er á Íslendingar Sólheimum, þetta er á Laugavatn Þetta er hann að Reykholt, þetta er þannig Flúðum. Þetta er þar maður Þetta er bara, hörðu, þetta er geðveikt location Já En eru Maður er oft í bústað Ég er með gull light þarna Það er eins gott að sé gull light á krana þarna Annars er alvöru skít í gangi Annars er einhver að skipta því bara út núna En eru Íslendingar baðóðir eða bara túristandir? Ég held að Bæði. Egil er það svolítið sko Já. Ég til dæmis minna að það er Sky Lagoon hérna rétt hjá Bara Ég meina- í Kópói Ég held ég að fara tvisar síðan að opna þeim sko Já, Þeir ég er skitu með svoleiðis. borðin sko Já, Og svo ok. heldur á bjór Þú getur hvergi lagt hann frá þig Það er svo gæðin sem smíðaði skælaguna að hugsa hörru, Nei. Við höfum þetta þannig Það er ekki rétt. getur bara ekki lagt bjórið frá Jó, þig senast þegar ég fór hérna þá fannst mér eins og að vera eftir að leggja bjórin út um allt Ég Nei, lagði nei. okkur- Þú ég lagði bara á verið það. ofuröli. Ég sett hann á okkur stein Það er þú Mátti ekki vera ofuröli Þú þarna inni. still honum Ef þú get, ef þið text að setja honum á stein Já. Þá er snilling Ég gerði það. Því að það er að vera á ská ofan á einhverju brún og ská inn í einhverju En, þú rauni veist, en ef þú ert búin að opna eitthvað baðlón fyrir marga trilljara þá er nú létt að hendi ykkur nokkur borðum að Já, þetta er setja borða núna í. Þurfa ekki þá að tæma það og svo setja borðin og þú ert smiður Tæmi Þú ert þetta smið Já, Þú ert smiðust það er alltaf rafnirkju og málari Já, en sko það sem að Hvenær fórst þú í Sky Lagoon? Var það Ég- eftir að þið leiðu Nei, ég fór bara í Sky Lagoon bara, það er ekkert langt síðan Ég fór í bara nýlega Ég man ekki alveg hvenær en það var bara nokkri mánuðir eða eitthvað Ég er bara farið tvisar með þetta En það sem ég finnst svo sérkennilegt að þegar ég fór hana þá vorum við Nei, ég fór held ég bara síðast þegar við tókum eitthvað day og fönn í kringum ammælen Sirunar það var heldur árið eða eitthvað ég manna það ekki en við fórum og og þetta var day og fönn það sem við vorum að drekka bjóra og vorum að fara eitthvað meira og annað út að borða og svona og það sem mér fannst vera vest í þessu og er ekki bara þar heldur er í öllum þessum böðum þegar maður bara að drekka bara eitthvað 3-4 bjóra Þú máttur eitthvað 3 Já, og- Það er náttúrulega bara öryggis ástæður Já, en nú er bara Ég skil það ágætlega. enn og aftur þá er bara ég get treyst mig til að drekka það svona eitthvað svona kannski 18 bjóra þarna. En þetta er regla sem flestir um þessi en ég sammála Þetta er það algjör má gagnrýna þessar Hún er ekki Nei, drengi, þarna verði nú að taka upp hanskan Ég elska bjór jafn mikið af þig En þá- ég auðvitað að þú ert í svona dæmi Þú getur Já, ekki að en leifa En þú ert 18 alltaf bjóra með verði sem standa og fylgjast með og allir búin að spóla yfir þig sko Já, ok, það mætti kannski 3 Þetta mætti vera kannski 5 Já, strax 5 en því að þú veist, ef þú ert onni og færði bjór þú veist, skilur við bara En- sko, fljótum eitt bjór Sko og ég hef verið komin í gýrin í bláa lónu Þá erum við að tala um fyrir svona góðum 10-15 ára síðan þar sem að ég var fann að kaupa arbund af fólki Já, það er Þegar vel borgaðum gert, bara til að fóra upp úr Veitu, hvernig virka það? Þá bara fórum við og heiti ykkur Íslendinga Bara ef þú ferð upp úr og saman sem ég má ég kaupa þetta bandaði Já, ég sagði bara ég skal koma upp úr þegar þú ferð upp úr og borga En bandið veist, að það er ekki sem maus Þess að langað upp úr þú ert ennþá ofin Nei, þá fór ég bara og fór svo aftur fann ég bara og bara borgaði bandið það var þetta er þetta vel rennandi leyst. blöytur Nei, samt algjört vesen sko Auðvitað við hópurinn erum að fara upp Getur nokkuð komið núna Ég með á 14 þarna. Herðu, ég Greitt kem- okkur Það hefði minni nú þetta hafi verið eitthvað sér þekkti sem var á leiðinu upp á svipum tíma Já, en svo væri kannski hægt að hafa eitthvað svona þú veist, að þú ert milli 20 og 30 máttu fá þér þessa 3 Já, því þú ert náttúrulega bara með Jú, reyndar kannski ekki símánu núna Það er allir með símánu Nei, núna og svo kannski þú ert orðin 40 ára þá máttu drekka 8 Það er spurning, ég ætla að við með að kynna okkur þetta Eitthvað nýja svona. lón Nei, ég Kannski ég fari bara í vettvangsferð Já. Testi lónið Ég var komið til að fara skýrslu. Já, mér langar að sjá þetta líka Það er alltaf best að senda Egil í svona Já, ég get komið með faglega gagnrýni Já, hann getur komið alveg skýslu Já, því hann Hann er getur- sérfræðingur þegar að kemna þessu Og núna er ekki eins og grínast Það er engin maður á landinu held ég sem elskar ég mikið að fara hún í þessi Þetta er baðlón og bara þú maður skemmtilegt sem ég geri En Sem er alveg ótrúlegt. Ertu svona Þetta er ekki það gaman Jú, Þetta er kósi eðlilega gaman Þetta er bara alls Þetta er kósi ekki í það svona gaman. klukkutíma Þetta er bara eins og að Ég fara geti verið allan daginn En ef þið getur fengið ykkur 3 bjóra í sundlaug myndu ekki bara vera alltaf í sundi eða? Hvaða sundlaug getur þú bara verið hérna með þetta útsýni og þetta umhverfi og Ég er sammála aglið það Það er smá mun að vera að horfa á einhverja línur og grindverk og einhverja krakka með hór heldur en að vera í svona rennibrautur og fólk mígandi og skítandi í skoðum allt Ja, akkur heldur að fólk sé ekki að mýg og skíti í sig alltaf að rannast Það er bara fólk með að bíu, slaka á og Nei. hvað ég fara bara í árbæðulaug og allir mígandi í skoðum allt og mér með bjór þar einn Ég út í mý- hodni Já, akkur segir að sé allir að mýg og skíti Það er ekki Nei. mjög og skítið sér Nei, bara- árbæðilega Þú getur ekki að kempa bjórðar En er ekki búið að setja líka svona eitthvað efni í þessar laugar og fyrir að mýg í þig þá kemur svona dökk blá ringur í kringu þig Já, ég ætti að vera að meina bara klór Já, þú veist, það gerist eitthvað held ég Það var allavega einhvern tíma að verið svona að tala um það að þú ert að mýga mikið í sundi Mígur í sundu Nei, aldrei, ég pissi sjó Já Þú veist, minna það ekki
Hefur ekki allir það? Hvernig þú ert á sjó? Ef ég er erlendis og ég fer í sjó þá pissa ég bara ég þarf að pissa Þú veist, þetta er sjórin Já, ég bara sá ekki Ég myndi aldrei Þú ert ykkur sjó hérna Já, nei, ekki Íslandi, hérna á Íslandi, aldrei Hvað heldur Akkur eftir í anskotunum að fara að synda í sjó Þú talaði þannig því ég er í sjó bara svo er reglulega Ég myndi bara aldrei gera Fara að synda í sjónum En það er fullt af fólki í sjóstundi Já, það er bara í því Ekki vera rakkaði niður á minnivakt Engin, ég dæmiði ekki eins og ég bara, þetta er ekki fyrir mig, þú veist, ef ég vakna sunnudegi það síðast sem ég hugsaði bara, herri, ég er spáði að fara að taka þetta tímynda bringusund í sjónum ég fer bara í bakarið en já, ég bara segja að ég er samt alveg sammála allir þar þó að hérna bjórið væri leiður í sundlu þá var allt annað að fara í svona lagún heldur en að fara í sundlu og drekka bjór og það er bara eitthvað hálf ógeðslega Ég fór í La Landia í Billund í Danmörku og hérna, hafið þið farið þangað? Nei Það er nefnilega ímyndaði núna Ég reyna að fara eitthvað sem ég hef gaman Já, það er gaman Já, með börninu Ég mæli með Billund, sko Það er Legoland og La Landia og okkur dýragarður svona góð fjölskylduferð. Svona lausum dýrum, þetta er eins og setja í Jurassic Park Þú keirir bara okkur bíl og allt í einu gíraffi bara, er hálfpartinn inn í bílinu Það er ekkert annað Nei, þetta er álag, sko En það sem ég er að segja er að ef þú ert þarna Þetta fannst mér vel gert, ég hef aldrei skilað okkur við gerum þetta ekki, samt er miklu betra við þar, þú getur farið á ströndar á sumrinu og svona, í Danmörku Þú veist að tala um að leifa bjór í sundlaug Danmörku er 30 Finnst þér eins, ég veit hvað þú ert að fara stendi Þú ferð stundur bara svolítið lengri leið í það Þetta var Árbæjarlaugin Já, en finnst þér eins að þú væri með bjór í Árbæjarlaug og þú væri með það í Sky Lagoon eða þessu nýja, bara bláa lóninu eða, þetta er ekki eins eða skóaböðunum Nei, ég er ekki að segja það er miklu flottar allt Já, þú veist, það er allt miklu flottara en það kostar líka bara 500 kall í sund en það kostar kannski 13 og stóni í eitthvað lón Þú veist, það er munurinn en ég er að segja, þú veist, að þú gæti bara farið og, þú veist fengið eitt kaldan og eina samlóku í einhverju svona kaffeterju Bjór og jumbo Nei, ég bara kasta bóta ég veit ekki hvað þú vilt bóta en ég bara segja, þar var yfirbyggð sundlaug Ímyndaði að það væri bara núna að fara í lögslög það er bara yfirbyggt Það er þannig í Árbænum til inn í lögin í Árbænlauginni og líka í Grafóinum Já, og þetta væri bara allt svoleiðis og þú gæti kiftir bjór og ís og allt saman Ég myndi samt ekki nennan, Egill Hvað er besta, eru skóaböðun, er það bestu böðun í dag áður en þú tekur nýjustu skýrsluna Retrítið er náttúrulega geðsjúkt líka Retrítið er svolítið með vinningin og það er líka nóg pláss í Bláa lóninu með að leggja bjórin frá þér, það er aldrei vandamál Sky Lagoon hægði sér þar 2 barir er eitthvað líkilatriði Sky Lagoon 1 Það er nú að góð spurning allir séu 2 barir á nýjastan Já, ef þau eru ekki með 2 barir þá alltaf þurfa þeir að bara laga það núna Good Light, munið þið fórum í skóaböðun og þú voru ekki með Good Light Við gáðum lestur, hvað gerist? Það var skipt það til 3 daga En hvað gerir maður hvort þið er svona mikið með hendurnar að þú ert ekki að halda á glasi Akkur þarftu báða hendurnar að auðar Búið til contentu þetta, þarftu með síman að þér Ég er aldrei með síman á mér Það er mikilvægast að vera þetta í böðunum Þú ert high quality content Þegar ég anskotar að fyrir með síman á bónu Tekur belfís og svo ertu bara að hafa hell of a goddamn time Ég hef alltaf verið með síman inn í skáp Það þarf að skeina ykkur í böðun Ég veit aldrei nenn að vera síman ólíð Ef þú ert í sundi Það sem allir eru mígandi í sig og með krakk Þú verður að hætta eins og sé alltaf allir að míg og skíti í sig í sundlöðum landsins Það er fullt af fólki að hlusta sem er á leiðin í sund Stendi, þú ert gafalt baðvörður Mígur fólki sundlöður í áðanni Já, ég myndi segja það líka baðlónin Hefur séðst Heldur þú í alveg að sé ekki líka fólk að það? Já, það er minnum Það er sömu rassasöðnir sem farið í þetta allt saman Það kemur samt með unga börnunum Þú veist, að þú ert kannski með, þú veist, 3 ára gutta í sundi Þetta er hann að pissa bara einhvert Ég veit ekki, neini, svo kannski ekki Komið gott að þessari umræða drengir Ég er ekki að ljúa í svona 2-3 klukkutíð viðbót Ekki netta, eina topi Ég hafa bað special í blöggastur Nei, við erum góðir sko Akkur opnum við ekki samt svona böð? Má ég spyrja ykkur á því? Að því að rákvæmst kostnaði við hann? Nei, ég veit það, en við myndum finna bara einhverju lóð sem er með heitu vatni Tölum við bóndan og segjum, heyrðu, mig og ekki Steindi, þú ert í vesinu með heitan pott heima þér Þú ert ekki að fara að opna heil böð Já, ég er að segja, eina sem við þurftum að gera Það er í bring your own booze böð Þú bara mæti bara með þinn bakpoka og drekkur hann og það eru fullt af borðum Talandi blöðkastið þá sko, við þurfum að passa okkur helgina því að við erum að fara að taka upp jóladagatal blöðkastins næsta þriðjudag Það verður, 7 tíma tökudagur og góðu kvíði fyrir því og 24 bjórar Þetta verður alveg Ég veit það ekki, læknislegas fyllibettur sem getur metið að 24 bjórar á þessum tíma
Ég held að þetta sé lífshættulegt. Nei, svo erum við með nullar að eitthvað líka. Ég hef aldrei séð þetta drekka 24 bjóra og 6 klukkutími Stefán, sko. Ég hef aldrei gert það áður. Ég veit að þú hefur mikla trú á þaður. Ég rekið mig á það ekki tíðina. Við finnum það ef við þurfum að koma eitthvað. Hvað er það að borða marga pulsur daginn? Við verðum með áfengismæli með okkur. Át 4. Nú er það 24, ekkert vandamál. Ég lofa einhverju 4 í hann og þá er eftir 20. Þetta verður eitthvað. En viljum við tísa eitthvað að gestum og svona? Ekki alveg strax eða hvernig? Nei, þú ekki bara aðeins. Það verður allavega alvöru gestagangur og þetta verður, þið sjáu þetta allt saman í desember svo. Þetta verður frá 1. til 24. des og já, 3. des eru á 3. bjór, 11. des eru á 11. bjór og svo koll af kolli. Þannig að 24. des verða konni 24 hérna í kerfið, eða svona einhverju 0 kannski, 0%. Þetta verður veistla fyrir fólk sem eru að horfa en ekki fyrir okkur félag. Sko, mér finnst það að við vera regla af því að við ljóum ekki að hlustundum. Það verður að vera grafík sem þú segjum á allir í nullara, þá tilkynum það bara, nú er það 7. DS, ég ætla að taka eitt nullara strákar á þessum degi, svo kannski ætla ég að koma aftur inn á eftir en þá bara sjáu þessu hvað það endar í mörgum. Já, það er skemmtilegt. Herru, ég ætla að fara yfir þátt dagsins ber þar hæst, það er klefi, það er nýjasti dagskrárliður FN95 blöð sem heitir bókasafni. Já. Og við tókum upp bókasafni fyrir í dag við Steindar sem að hann hringdi í bókasafni hér út á landi og var með titla og það var Egill Einarsson sem fekk að velja titla dagsins og ég vil fara svo langt að segja að þetta sé besta bókasafni hingað til. Þetta er stórkostlegt. Já, sko, það eru bara titlarnir sem Egill hendi í hérna. Og ég ætla líka að gefa þér hrós, Steindi, því að það var ótrúlega hvernig varst að klóra hérna úr öllum inn. Já, náðu öllum inn. En sko, máli er að henni var farið að við hringtum sko á bókasafn Vestmanni. Já, hún sagði bara, hvað djókið, ég finn ekkert af þessu eitthvað svona og þetta er stórkostlegt. Viltu tísa fyrstu bókina, þegar við gefum það upp hvort þið? Já, hvað heit fyrsta bókin? Fyrsta bókin var hérna, hvað sagður áttur? Það var eitthvað hvít, þetta var svo erfið titill, hérna, Egill, hvað var áttur fyrsta bókin? Hvíta hraðalistin, fyrsta bókin var hérna góða líðið með hvítur hraðalistinni. Já, þetta er bók sem kemur í Það þarf að selja Vita alltaf ekki hvað hvítur hraðalistin er eins. Nei, en það passaði mig líka að vera ekkert, þú veist, ég þurfti að tala mig út úr því. Það var challenge í Þessi dag. bók var einhvern frjálsíþróttamann sem var að ferðast á milli Svíþjóðar. Við erum með sturla staðreyndir. Don't call it a comeback. Sérstaklega fyrir Tómas Steindós. Hann rakst á mig hérna á göngunum daginn og spurði, herðu, fæ ég ekki sturlaðar í dag? Ég sagði, jú. Já, það er hans Við erum með hvort myndur kass, þar sem að Steindi byrjar að blanda saman hvort myndur frekar og myndur fyrir cash. Við erum með hvor er nær, við erum með þekkið ekki, við erum með fell og þetta er vel þéttu þá En við erum ekki með neina gesti, þannig að við þurftum að vera ekstra þéttir. Já, við pössum upp á það, þannig að það er alvöru gýr á okkur í dag, drengir, og við ætlum að opna þáttinn á, já, þetta er listamaður sem var að gefa út nýja smáskifu, 3 lög undir nafninu Trón. Þetta er okkar besti maður Willi Karl og Mósvellingur, þið finnir hann inn á Spotify undir bara Willi Karl og þetta lag heitir Hvítu feldur og ég svona væpin hérna minnum á Aron Kahnsson okkar þegar hann var að koma upp. Þetta er vel gert hjá honum. Þetta er hrikalega vel gert og já, tekja á honum, Willi Karl, hérna er Hvítur feldur. FM 957. Hvað held ég þeirra að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957? Þetta var Willi Karl með Hvítur feldur og já, fylgist með þessum drengi í framtíðinni. Ég er að fíla hvað, hérna, það er að gerast mikið, það er bara Þetta getur orðið svona ykkar úlfur í Mosó. Nei, á hverjum degi finnst mér bara, hérna, nýjar hljómsveitir eða nýjar artistar bara mæta, það sem ég gegja. Já, en það er hins vegar komið að slúðri hér í FM 95 blöð og Gossip. Ég er með ágætispakka. Gossip, erlend gossip. Já, herru, það er ekki íslensk slúður í dag. Það er ekki í dag, en það er margt að gera samt. Það er búið að vera svag, sérstaklega við einblínum á töfrasöluna. Þá er búið að vera mikið action. Já, getur komið í næstu ykkur. Já, en ég fjallaði með daginn að Tom Cruise og Ana de Armas ætluðu að vera fyrsta pari til að gifta sig á tunglinu. Það er nokkuð stóni, það er your shit, man. Það geta alveg verið Virgin Galactic. Rocket Lab að fara að seppa þeim út, eða? Já, sko, Rocket Lab, það var gott fyrir brefin. Ég held að Rocket Lab sé ekki að fara að vesenast í hérna svona farþegaflugi. Er það ekki Virgin Galactic? Þeir eru með comeback samt. Já, þið þurfum ekki að ágjöra þessu því að þau eru ekki að fara að gifta sig á tunglinu, þau eru ekki eins og saman lengur, þau eru hætt saman. Já, ok. Þannig að, já, þetta skilið á tunglinu. Eftir skildu á tunglinu, tunglinu brann nú eins og neina á Íslandi.
Já, það var geðveikur klúbbur sko Það fórst á hann Já, Ég náði honum aldrei náður aldrei að fara þar Það var álveru Ég náði Astro Ef þú náður ekki að jamma á tunglinu þá áttu meðlega með all lóðrétt Var það ekki Pravda síðan eftir það? Ég man sko Það var klúbbur sko Pravda Klúbbari dagur með lóðrétt sko Tungli Það var klubb Ég gleymi aldrei þegar fór á Astro í fyrsta sinn og ég vissi að Arna Gunnlaugs ætti svona flöskuðar sem var með hans nafn á Ég hugsaði með mér One day Það er huge fan eða? Já, ég var huge fan og mér fannst þetta bara svalasta sem ég hefði séð Ég gleymi sig, ég stend á barnum svona vinstra meginn, ég sé staðinn fyrir mér Arna Gunnlaugs kemur og segir, herri, ég er með flöskuna ég er bara, wow, flösku og hans nafn sem er landslistþjálfari í dag bara hann á sína eigin flösku What a man What a man Þetta var ekki flöskuborð, þetta var svona flaskan Nei, þarna bara varstu búin að kaupa flösku kannski á 50-60 þúsund þegar þú mættir, þú þurftir ekki að klára hann einu kvöldi Já, Þú gæst bara komið og sagt bara, herri, blöð, rétt með flöskuna mína Ég settist á borðið, gaf þeim sem voru með mér Þetta fannst mér bara svalast að ég sé þegar ég var að sækja reyn í skaldan sko. Þarna voru flöskuborðin ekki svona að vinna þessi dagur allir með flöskuborð, þarna var þetta heldur sjálfgeft sko, þú varst með flöskuborð þarna, varstu þetta goddamn shit Í dag ef þú ert með flöskuborð, það þýðir ekkit endilega og sért shit Nei, menna, Jisk-gómur getur hendi flöskuborð núna bara melgina sko. Það er bara fínasta fólki Ég var IKEA-gómur í meirinn 5 ár, ég má segja Jisk-gómur, ég veit ekki má að ég vann í IKEA meirinn 5 ár Þegar þú varst í IKEA, hafðu þú ekki getað að fara á flöskuborð Jú, ég er bara að vera á kredit Það er bara hann sem ég leist það Þegar ég var að vinna vurt þá var það þannig að ég drakk mig ofurölvi heima á hann tók svo leigubílinn í bæ því ég vissi að ég hefði gefnað að drekka niður í bæ það gerist Hvað líka þá að fara að kaupa flöskuborð Það var ekki að fara að Maður er gera að hugsa í lausnum Ég drakk bara skrúi upp í Mósbænum og svona rétt náðinn í bíl leigubíl bara, með strákunum og svo bara beintir á pub og maður kefti sér kannski einn bjór eða eitthvað Ekki flöskuborð alltaf Nei Herðu, en ástæðan fyrir skilnaðanum það er svolítið bara sama og venjulega hjá okkar besta Tom Cruise það er religion, hún var ekki nóg hrifin af vísindakirkjunni og svona aldursmunur og annað Er vísindakirkjan búin að bara klára eitthvað 3-4 hjónabönd hjá honum með Já, ég held þetta sé meir en að segja að byrja með Tom Cruise og þessari vísindakirkju Já, þetta er smá, þetta er ekki venjulegt sambandheldi, þetta er ekki bara eitthvað setja Netflix-seríu í gang og fara í cozy, sko í sofa, því miður, það er meira maus Já, það er bara þannig Svo er næsti slúðupakki drengir og það er á okkar besta manni Bradley Cooper Já Það er verið að fjalla hann út allt núna því að hann var vist að koma úr ykkur svaða lítið og ég veit ekki, kannski er þetta bara slæm myndalinn eitthvað en hann er bara eins og gósi hérna Er það ekki bara kött bara Af hverju var hann í lítið? Er þetta ekki eitt myndalist maður á jörðinni? Já, góðu punktur Kannski er hann að hugsa, ég er ekkert aðeins myndalegur en ég verið lítið aðgerð, þá var ég ennþá myndalegri kannski það verið konceptið hjá hann Já, þetta er svona eins og ef að 23 er búin að detta tvisar rauðir rúlettinu og ég hugsa kannski detta nú 3 rauðir Yes, það er nákvæmlega hann eitthvað Þetta er samt, þú veist, stráka, þetta finnst mér En kannski er þetta manjur kannski er þetta léleg mynd það var reyndar hérna, lítalæknirinn Dr. Johnny Berridge hann byrti minnskið sem hann fór yfir það breytingar sem hann segir að Bradley Cooper sé múin að taka Það getur hver sem er samt gert það sko og hann vil meina að hann hafi tekið augnaplastik eða blefaroplasti aðgerða sem fita og umframhúðu fjallaði kringum augun, auk andlits og hálsliftingar, botoxmeðferða og húðþéttingar til að draga úr slappleika húðurinnar Þannig að allavega sérfræðingur vildi meina að okkar besti maður væri búin að Þessi er glæðilega ekki farið til Hannesar sko því að þú veist, bestu læknandir þá sér enginn og vast hjá lítið sko. Já, Ég hef oft hugsað Ef við séð J-Lo eða það er allir bara svona shit maður, hann er huggulega maður En síðan þú veist þessu Simon Cowell til dæmis, samt að reka til dæmis sinnlækni Ég man bara þegar ég sá Courtney Cox hérna úr Friends, Monica úr Friends þegar ég sá hana einhvern tímann dag, hún var bara eins og köttur Og Madonna líka svo köttur Þannig að ég mæli mig að fara í, ekki spara það kemur lítilækni, farið í þann besta Ég held að sé ekki að spara Ég held að þetta sé bara, óhefnið eða eitthvað Kannski fík, eins og við farið eitt tattu og svo næsta og næsta Kannski ferði eina aðgerð, svo ert alltaf, hörðu Vákvæði lítið út Hvað með þetta nef hérna, það er ekki eitthvað að vinna í því eða? Þess vegna ég held að maður eigi bara ekki að fara í neina aðgerð nema að sé bara eitthvað, þú veist sem að verður að laga eins og þú varst nú að laga þér augun Já, veist, ég þetta fara lítið ég er bara farið með fyrstu lítið ég finn ég með langa strax ég henda mér í næstu sko en ég skil alveg smá þetta fólk sko finnur fítina Já, ég er svona að hugsa hvað En heldur að þú myndir að fara í Botox? Af því af öllum sem ég þekki svona, þá er ég að tala um svona nánustu vinum mínum og ef ég er spurður hver er svona líklegast Þú ert örgulega vinir sem er búin að fara og ég er ekki búin að fara Heldur það? Ég er 100% á því Menn er bara, þeir halda bara þeir glýðar halda sér saman sko
Ég er ekki bara það En ég var alveg opið fyrir því, akkur ekki Það myndi ég heyri Hannesi sko Þetta er aldrei gert vel En myndur þú segja frá því? Eða myndur þú finnast það feimnismál? Þetta var topic í blöggastinu og vant alltaf topic Þetta er ekkert feimnismál Ég spurði, er þetta feimnismál? Ég menna allar gellur fara að svæfa sér ennið bara til þú reglulega Okkur með því gera það í félagarnir En það steindi ekki að það halda Það er alveg huguleg 67 ára komur kona nú Það fyrir ekki að svæfa neitt sko. Mér finnst það bara, þú veist Þetta með lítið þú veist, auðvitað hérna er þetta Þú veist, eins og fólk sem er að lenda í slysum eða, veist, auðvitað, Já, ég er að tala um það Já, og með slíka allt í lagi þegar fólk vil bara breyta sér Do you En það sem ég tengi lítið við er að þau var kannski orðin 60-70 blöð Já, vill líta út eins og sko mamma Kim Kardashian núna Eru búin að sjá hana Já, hún lítur bara út eins og dóttir sín Það er bara óþægilegt Það er samt Mér finnst það vel gert Þetta er vel gert Hvar sérðu ekki Þú veist, hún er ekki Simon Cowell ekki svo köttur En myndir ekki finna samt skrítið ef þú staðið bara við hliðina á mömmuðinni á þínum aldri og þau eru bara lítið eins út Já, sko, en tæknin er að vera rosalega Ég skil alveg að fólk vilji líta áfram vel út sko. Já, ég er svo smegt að dæma Og svo er alltaf að tala um að gerfugetinn og muni finna bara lausn við öldrun Ég meina, geti snúið henni bara við þess vegna steindi ekki þú eru 300 gammal sko. Þetta er ýmislegt að gera sem er spennandi Ekki á okkar lífstíð held ég Já, við getum verið óöfnir, við getum verið nýdauðir Þá finnst lausnin við aging sko. Já, that would be just my luck En það er komið að auglýsingum Og svo ætlum við í klefa dagsins Eða nýjasta lið FN95 blöð sem heitir Bókasafni Þannig að ekki fara langt Þetta er FM FM 957 Það held ég þeirra að hlusta FN95 blöð Hér á FM 957 Og við erum mættir í klefan við Steindi Já. Þannig að það er ekki bein útsending núna Ekki það, við þurfum ekki að vera að tilkynna það Hvort þessi bein útsending eða ekki Eða að segja hvað klukkan er það? Nei, við erum ferskir Það er hálfdegi, 12.50 Já, og það er komið að nýjasta lið FN95 blöð sem að ég allavega persónulega hef mjög gaman að Já, ég líka og ég get sagt þér að ég veit um einn að núti sem er mikill aðdandi líka það er Einar Bárðarsson Já Hann sendir alltaf og hann vil með þess að fá komið nöfn sjálfur Já, við þurfum að hvetja hann til að senda hérna, bókatitla og höfunda Þetta er erfiður liður Já Þetta er bara erfiður liður Hann er samt mjög skemmtilegur og ég ætla að gefa þér það Steindi Þú náðu að koma þér alveg vel út úr þessum og fyrir ykkur sem er að hlusta fyrsta sinn þá erum við að fara að hringja í bókasafn og síðast setti ég titlan á þig þar undan sveppi en þú ert í smá vesen í dag því að Egill Einarsson sér titlan á bókunum Hversu, sko Ég er með á þetta, hann kosti ekki með okkur í klefan Ég er með á þetta fram að mig, þannig ég mun sína þér alltaf einn og einn Ég er búin að vera kvíðina því að í síðasta föstudag þá var umræði í stúdíónu Egill, þú tekur næstu titla Ég byrjaði þá að fá kvíðan Já, sko, hann með þess að titlanir sem hann sendi fyrst Ég sendi tilbaka, nei, þetta gengur ekki Það þarf að vera sjens að útskýra þetta Þetta má ekki vera Var þetta viðbjóður? Þetta er bara, það hefur allir fatta En svo gef ég honum að hann er komin með mjög skemmtilega titla He totally redeemed himself Já, hvað er þetta mikið? Þetta eru 4 titlar Þetta er ekki það mikið í dag Og eins og, já, og þú sem sagt Steindir hringir í bókasöfn og vera að biðja bækur með þessum titlum sem er að sjálfsögða ekki til það er alvöru kvíði að mæta núna Ég er svolítið peppað fyrir þessu Eins og alltaf, þá færðu að vita fyrsta titlin Þannig að fá svona smá tíma til að undirbúa eitt Það er gott Fyrsti titl dagsins er Góða lífið með hvítu hraðlistinni Gekkjaðu titl á bók Og ég veit ekki með góða lífið Ég held að þessum er á hvítu regla Er það góða lífið? Sko, núna snýst þetta bara blöð eitt Ef það er einhver ungur starfsmæður sem að svarar þá gæti hann hafa heyrt þennan frasa sko. Já, þú þarft eiginlega Ég hringi bara allavega í bókasafn Já Og það verður best að fá eldri konu núna eða einhvern eldri kall, það er bara hannig sem er ekki með frasan á hreinu Ok, en ekki, ef ég verður þú ég ætla ekki að fara að kenna þér, en ég myndi ekki fara að tala um hvað hraðlistin er í alvegni, Patri Nei, þá er það bara dögt Já, ok Ég get ekki sagt að þetta eru sagum mann á kókaini og Það sem lifir góðu lífi, frábær bók Ok, ertu tilbúin? Já Það ringið hérna, það eru Vestmannaeyjar Já Þetta þarf samt að involva lest vandalega, til að reyna að villa fyrir Þarna Hvað er það? Ætlar að taka bókasafn Vestmannaeyja? Já Okkar fólk maður Ég elska þér Þá veit maður líka að það er einhver stemningsmanneski að það hinum við á línni Raddur í stuði Já, ok
Bókasafn, góðan dag. Já, góðan daginn. Góðan dag. Heyrðu, nú er ég aðeins að undirbúa lestrarhausti hjá mér Já, og ég ætla að aðtöga hvort þú ætti nokkra titla. já, Ekki, eru þið með bókina inni núna, hún er nú frekar vinsæl, góða lífið með hvítur hraðlestinni. góða lífið. Já, með hvítur hraðlestinni. Þetta er áhrifarík saga, fjallar sundmann mikinn sem fesi sett í þessa hvítur hraðlest frá Svíþjóð yfir til Þýskalands og kynnist frjáls íþróttakonu, átakasaga ástina eftir Jörgen Klausen í þýðingu Baldurs Frans. Má ég sjá. Vinsæl bók. Titilinn inn, sko, þá fæ ég ekki upp að við eigum hann ekki, en ég ætla að trösta höfundin, það sér Jörgen. Já, Jörgen Klausen og í þýðingu Baldurs Mokk. En, já, ég var að vona að þessi var inni, en ertu með Ég er ekki alveg búin að, já, pappi minn Ég elskar vann upp á bátinn. stykkin, er líka titil sem mér langar svo að lesa. Það er skáldsaga ástríkan föður, að tínir nauðsynlegum stykkjum sem er mikilvægt að finna þenni játsmiður. Þannig að þetta er áhrifarík saga játsmið sem byrjaði sem handlangari. Pappi minn sem elskar stykkin. Eftir hann Frans Gunnarsson minni mig Þorsteinsson. En upprunalega var þetta sem sagt til þýtt, sko, þetta er eftir hann Angers Marfins. Þú ert ekki með hana heldur? nei, Er mikið núna í útlegu hjá okkur? þetta er bara titill sem er ekki til, sko. Já, ok, Bara bók sem er ekki til. já, ok, kannski er ég að þýðan eitthvað vitlaust. Hún er norsk, sko, en hún er í þýðingu, Já, en bakdýra megin í ástinni, áttu hana, líf mitt í Peggi. Nei, við eigum það ekki. Nei, þetta er áhrifarík saga Jónas Köve, andasérfræðings. Þetta er náttúrulífsbók endur í myndum og riti. Ljósmyndari sem tók allt á eldri kanónvélar sem hann áskotnaðist hér og þar á svona bílskúrsölum vísverum Evrópu. Þetta er fræg bók. Jónas Köve með kái. Afsakið. Halló. Já, halló, Já. Ertu að djóka eitthvað í mér, eða? Nei, ég er ekki að því. Ég meina, pegging, þú veist, hvað er þetta að djóka? Nei, þetta er náttúrulífsbók. Þetta er sem sagt endur. Þetta er saga Jónas Köve og er endur í myndum og riti. Já. Þú ert að segja mig bæði höfunda og titla sem bara finnast ekki Í kerfinu hjá okkur. kerfinu hjá okkur, sko. Þetta Voðalega- er bara bækur sem að hafa ekki verið gefnar út og aldrei verið gefnar út. Óla, fyrst mér þetta samt skrítið. En Diary of the Anus, þetta er sjálfsvarnarbók skrifið af Nei. Sensei Árne Lórus, dansku sérfræðingur sem skrifaði Nú bók ert þú eftir bara komin í rugli, sko. ára sem að lendi á stöðet. Í kjölfari kynnta sér sjálfhærtir fekk svo svartbelti í Akito. Óla, fyrst mér skrítið ekki þessu til. Ég er ekki bókasafn. Þú eru bara að ringja á eitthvað annað bókasafn. Já, mér heyrist það. kanna það. Já, Kannski bara á Akureyri, þeir eiga náttúrulega bara allt. Já, heyrðu, fyrirgeðu, ég er nefnilega að rista brauð mætti ég nokkuð hringja tilbaka? Já, endilega, gerðu það. Já, takk. Ok, Já, bless. hæ. Þetta var svo erfið titlar, maður. Þetta, veist það, ég verð að hægt að gefa það. Þetta var, sko, ok, hún sagði það eins bara, hvaða djók er þetta? En þetta var ógeðslega vel gert hér. Jú, hló ég að þessum. Það er ekki hægt að ljúga sig. Hvernig á ég að ljúga mig út úr bakdýra minn í ástinni, líf mitt með Peggi? Þar fór þetta svolítið. Auðvitað. Það vorum bara, herðu, þetta er ekkit. Það er þetta bara dautt. Og svo fór hún líka. Þetta kom mikill Peggi. Þú veist, þetta er alveg agalegt, sko. Og svo kemur beint á eftir því, þá sýnir hún með Diary of the Anus, sem er erfitt að fylgja eftir, Á sko. gafst hún gjössal upp og Já. bara nefndi ekki hafa það og sagði þetta væri kannski til á Akureyri. Sko, fyrstu tvær slukka. Já, það reddaðist. Anskotin, En þetta maður. var, sko, hvað varst að segja að, bókinu, hvað hétt þetta með Peggi? Hvað sagður, bakdýra megin í ástinni, líf mitt með Peggi, hvað sagður þetta fjallaði? Þetta var náttúrulífsbók endur í riti og mynd. Aðalega myndir. Þetta er á gamla kanón mér.
Þetta var bókasafnið og já, ég veit ekki hvað við eigum mörg eftir en jöfnvel hef ég gaman að þessu. Já, sko, Egill þar fær smá pási í þessu. Já, hann fær ekki að koma aftur í og hann bara 3 vegna fresti. Eina báruða má frekar senda til það og við reynum að komast í gegnum þetta, sko. Hörðu, takk fyrir þetta, jöfnvel hef ég gaman að þessu. Topp tónlistarstöðin. Þetta er FM 957. Þetta er að hlusta hér á FM 957 Blöð á FM 957 og já, þetta var eitt gammalt og gott með Justin Bieber og Far East Movement, Live My Life. Ég einhvern veginn drengir Hvað er að frétta okkar manni? Hann er, ég veit það ekki sko, með við hann sé alltaf að fá sér. Það er svona, hann lítur þannig út allavega á mörgum myndböndum. Svo er maður alltaf að sjá hann bara í körfubolta og fótbolta. Ég get ekki farið og keppt í körfu við döða drukki. Mér langar svo að ætla hann. Já, bara svona, ég var ógæslega til að hitta hann segja og svona taka smá trún á með hann. Segja hann bara eitthvað hæfileikaríkur og nettu náðing. Ég veit þetta er fullorðinn maður, hann er kannski skrítið að ætla hann, en mér langar svona kottu verta aðeins hjá. Já, hann er samt tölvöld yngri en við. Já, bara verta aðeins hjá mig, kottu bara tökum smá PlayStation. Ég held að þetta sé akkurat mál, ég held að vanti bara gott fólk í kringu. Já, bara þú veist, ef maður myndi flytja í Mosó og byrja aðeins að hanga með June. Já. Ég geti Hann hefði gott að Hann er án pabbi. Já, hann er bara gott að Já, það er bara 100% við allavega höldum með okkar besta manni. Því að, eins og ég sagði, þetta er hæfileikaríkur drengur. En drengir, þið vitið hvað þetta hérna þýðir. Þetta fallega lag. Þetta þýðir að Nú erum við aðeins að fara að róa þetta. Þekkið ekki framöndan. Það er orðið einhver tími sem ég hendi þekkið ekki. Það verður alltaf erfiðar og erfiðar, ég viðurkenna. Ég er búin að spyrja ykkur helviti mikið í þessum lið. Þannig að, já, það er bara gamla góða reglan. Annar þarf að byrja á prentaranum. Já, á ég ekki bara að henda mér á prentaran. Farðu á prentaran. Ég þarf líka að fara á klósett og Já, ég ætla að vona að kalla enginn inn meðan það er Þú tótt lengi þar en það tekur oft líka tíma sér liður, hann að Já, pissa, ok ekki bara hægja þér, ok? Nei, ok Herðu, þekkir Já Nei, þú voru að skella hörni, maður ekki hlera Þetta eru 4 spurningar eins og alltaf og já, ég byrja að svara og svo Steindi og svo er að reyna að sjá hvor þekkir hvern annan betur. Erst þú tilbúin? Góður liður. Já, hann er nefnilega skemmtilegur. En það er búin að vera lengi hérna hjá okkur. Herðu? Ég er tilbúin, ég held að myndi halda svona overall, við setur okkur nálat 50-50 hjá okkur félagunum en á heilt yfir í svo ekki. Þú byrjaður ótrúlega. Já, byrjaði mjög sterkt, svo drullaði ég. Já, svo fórst að reyna að vera fyndin en eftir þú byrjaði að setja metnaði þetta að reyna að vinna. Ég hættur að fyndin, nú ætla ég að reyna að vinna. Herðu, fyrsta spurning og menn þurfa að hreinskilnu. Hérna annar hvor ekki fær stig því að sá sem verður nær réttu svari fær stigið. Okay. Hvað heldur þú getur þrauka lengi óbyggðum? Þá er ég að tala bara einhvers staðar svona eyðeyju svona eins og Lost. Þú lendir og ert einnar. Já. Hvað myndir þú gefa þér svona langan tíma? Sko ég er búin að horfa mikið af efni með svona efni, þetta á YouTube oft og gæja surviva bara einhverju skítakulda í mánu ég er gaman að horfa á þetta en ég er bara að kynna mér þetta ágætlega. Ok, ég hef reynd að ég hef reynd að tjekka á sko YouTube þegar ég var að setja upp hillu, það hjálpa mér ekki neitt sko. Hvað það þú ætlar að fara að drepa einhverja gesti og eitthvað sko. Og spurningin mér líka var, ef þetta er í kulda. Nei, ég ætla að segja að þetta er Lost, það er hittið þarna. Já, ok, í kulda, ég er algjör auðmikið. Já, ég líka því mest að kuldaskara. Þannig að, ef þú dílda því, þetta er ekki á Íslandi. Nei. Einhvers staðar, sko. Ég sá fyrir mig þegar ég var að hugsa spurningu Lost. Já. Manstu þetta þeirra eyju þarna. Sko. Já, svona Survivor bara eyja. Já, þá í rauninni, sko, breytir þetta dæmin aðeins, sko. Því ég ætla, sko, svarið mitt var ef þetta var ákveðlega kalt í max 1 dagur. Nei, þú myndir ekki degi eftir 1 dag. Ég myndi halda það, sko. Ég skýta kulda og ég myndir alltaf þrauka. Ég myndi bara einhvern veginn, ég höndla kulda bara ekki mjög vel, sko. Nei. Ég kulda skræðar við rauninni, sko. Já, ég með. Ég myndi bara einhvern veginn leggjast niður og kalla dag, sko. Ég held meira sem ég myndi gera það líka. Ég er ekki að grínast. Ég myndi bara gefast upp. Já, ég held það, sko. Ógeðslega hljómar. En þú veist, en ef ég menn okkur eyju bara í karabíska og ég er ekki að tala það. Ég er bara eitthvað joggatum og stuðbuxum og ferskur. Ok, það er ekki kalt þarna, en þú ert ekki á karabísku. Ég þarf að geta. Þú ert einn þarna, þú veist það. Þú ert einn á eyðeyju. Það sem, sko, ég hræddast við þarna. Það er, sko, þú veist alltaf ég er með skjáfík á háu leveli. Já, þú ert í batterislaust. Þú vantar ekki með ég er ekki með síma þarna. Það myndi gera mig geðveikan. Ég held að hausinn á mig myndi fara undan líkamannum. Ég langmestar áhyggjur af því, sko. Getur ímyndar, get ekki opna mailið, ekki tala inn á Messenger, ekki fara inn að miðla og sjá hvað er í gangi. Ég yrði geðveik. Ok, en ég þarf tölu. Ég myndi bjarga mér ákveðlega
Þú veist, þú veist, það er að geta ykkur dýr Heldur þú getur sett upp eld? Þú ert ekki með kveikina með sko. Ég held að bara því miður örugglega ekki sko. Nei, ekki Ég veit að sé hvernig liðið gerir að henda ykkur 2 steinum saman og droppa með bara eitthvað eyju ég þarf að redda því bara með veist hvernig anskotanum að ég myndi drepast helviti fljótt held ég Ok, hvað ætlar að gefa þér? Ég held ég myndi náttúrulega geta að drukkið vatn þarna ég kemist í vatn einhver staðar ég myndi bara finna ykkur læk og ég myndi lifa í 4 daga 4 daga? Já Nei, þú myndir alltaf Kann maður lifa lengur en það? Já, pottið Ég er ekki viss með það Ég get ekki redda mér að borða Ég er ekki að geta hráan, ég geta pöttur Ég hata pöttur Neyðin sko, Ég þetta að reyna fisk sko Það var sem myndi ekki að bjarga mér sko Já, þú myndir allavega að reyna það Ég skal sushi, það er hrárfiskur Já, þú myndir alltaf að reyna það í meir í 4 daga Ég bara á hreinskilin, ég myndi alltaf 4 daga og í game over Ég meina, þú veist þetta betur en ég Þá var það næsta Hvor ykkar Steinda 50-50 spurning er með á eftir þegar ég spyr ykkur Hvor ykkar er með hærri sásaukaþröskuld? Það er nú bara drullu góð spurning Það var ekki að mæla það sko Það er hægt að mæla Það er pottið hægt Við þurfum bara að henda ykkur í það Sko, já Sko, alltaf Hann er alltaf spes með að þú veist, það má ekki hnerra í áttina á honum Þú veist, þá panikar hann fór í 300 COVID pinna og allt þetta, þá grunum eins og þröskuldir sé ekkert mjög ofalega, hann fær Hann er náttúrulega nójaður sko. Já, vel nójaður sko. Það sem ég halda að sé að næmari fyrir sásauka út af nójunni sko. En ég held hann ekkert mikið verið að slasa sig um tíðina Já, hann gerir ekki annan en að tala um þetta brjósklósi Já, en hvað var satt okkur, hvað gerðist þar? Hann er bara í tölvunni brjósklósið hefur verið í tölvunni Hann er búin að töðum þetta sinni kynst Ég braut upphallegin á mér í tvent á trampolíni snúið ökla cirka 1000 sinnum í fótbolta og brann illa sem lítið barn drapst næstu því og bráða heilanabólgu ég held ég meina, ég myndi halda að ég ætti að taka þetta Brannstu illa sem barn? Já Ég ætli brunna á hægra læri og raskatinu Hvað gerist? Ég sýndi þér það eftir Já, en hvað gerist? Ég tókaði yfir með potta sem við vorum að sjóða vatn Þetta fór það yfir læra og raskatum en ekki andlitið og þetta var ég ekki að vinna Jó, ég var líklega væri samt að vinna fyrir 957 Já, röddinu sama Þá er það næsta Þessi er eiginlega bara fyrir þig Hún er gerð fyrir þig Því að þú ert með þetta á heilanum Ef að konaðin myndi ná að platta þig í pegg Segjum að það, pegg Já, pegg eða pegging, já Platta þig í pegging Mjög vinsælt ok, já Hvaða stellingu tækir þú? Já, þetta er líklega besta spurning sem þú kom með Þetta er Þarna maður velta fyrir sér sko hvað er svona þægilegast einhvern veginn sko Þau voru nú að ræða hérna okkar besta par þetta er ekkert feimnismál Nei Ég veist þetta er allir í þessu Þau vilja opna á þetta Þetta er ekkert eðlilega vinsælt Ég held að ég myndi sæna minni þessa veislu og held ég myndi ekki nenn að fara svona að gera eitthvað hálfum hug einhvern veginn ég veit ekki, þú hérna ertu einhvern veginn bara, þú veist eins og pingu lítill í þér og býtandi eitthvað bein og þú veist, eitthvað bara lítli ég myndi bara taka, ég færi bara í Dögi held ég Dögi? Já, ég myndi fara í mestu stemninguna ef ég væri að fara að sæna minn það er fyrir að vera eitthvað, þú veist það er bara svo aumingi sko bara verið það, herðu ég væri akkurat auðvitað, ég myndi bara að leggja og bara klára þetta sko en þú veist, ég myndi bara sæna það inn í þetta þetta áveist að vera ekkert eðlilega gaman Er maður ekki að reyna að gera eitthvað sem maður hefur áhuga og bara vill gera það? Ég nenni ekki í þetta Herðu, þá er það síðasta Já, ok, hreinstæðins hugan Ok Því ég er að fara að segja eitthvað og þú átt að segja fyrsta orðið sem þið dettur í hug Ok, hreinstæðin bara hugan Ok, hreinstæðan Ok, hvaða orð er það fyrsta sem að kemur upp í hugan þegar ég segi nafnið Steindi? Blöðrur, kæs, slef Hvað var fyrsta sem ég sagði? Blöðrur Kæs, slef, eitthvað Ég reynda að svara satt og ykkar Ok, það fyrsta sem þú sagði var blöðrur Hann löður gleiftur ekki að gáða sko. Blöðrur, kastlef, þetta er allt fyrir múl Já sko, hann gæti satt jöllur Já, það er bara sama Það er bara annar orð, herru, fáðu Steindaðingaðinn Þá kemur okkar bestu maður ekki hækka að setja meðan fyrir ykkur Ekki fæ ég leið á þessu lagi Okkar besta fólk, Jón Jónsson og GTRN Það voru svo lengi Ég var í stuði Herru, ertu tilbúin? Já Hvað er að gera þú? Hvað er að gerast?
Ha? Ég verður að segja það eftir Ok Er það voru eitthvað fokk í stólunum mínum með það? Leiðist eitthvað rugglaður Akkur ferðast eitthvað Ég er bara að hlæja það sem hann sagði þá Herðu, ok Já. Við vorum ekki Hvernig ættu að fokk í stólnum? Það veit ég ekki maður, sett nál í hann eða eitthvað? Værið ekki búin að finna það? Löngu Jó, sextugt. ekki nefnir að vera heppin. Nei, herðu, ok Já. Fyrsta spurning Hvað heldur þú getið þrauka lengi óbyggðum? Og Egill hann vildi sérstaklega fá það á hreint hvort þetta væri í kulda eða ekki og Já. ég er að hugsa svona eins Í og hvaða fyrsti þáttin í Lost Í hvaða landi, Þetta er bara eins og hérna Survivor og þetta, það er hiti Já. Það verður ekki kalt Nei, ok. En þú ert einn á eyðin og þú ert ekki með kveikjar að sippa á það neitt með þér sko. Svolítið hérna bara- elspýtur segi Er það ekki svolítið bara eins og hérna með honum Tom Hanks? Castaway, já. Castaway. Já. Hvað Wilson. heldur þú myndir þrauka marga dag? Sko, ég dett stundum inn í svona Animal Planet og Já, saman Nei, sagði svona Egil, það er ekki að fara að hjálpa þér þú sett búin að horfa á einhverja myndir um þetta sko. Nei, en ég veit samt, þú veist, hvaða lirfur eru með prótein í og ég þekki það, sko. Já, ok Eða svona laust En heldur þú getið kveikt eld? Kveikt eld? Nei, með priki og grjóti. Já, bara einhverju hegi og sólinu eða eitthvað já. Ég myndi alltaf reyna, þú veist, þú hefur ekkert að gera. Þú væri allan daginn að reyna eitthvað svona. Já, svo er bara hendurnar og það er rótnar blöðrur sko. Já. En ok, ég það bara heiðalegt svar Hvað heldur þú myndir þrauka marga dag? Sko, ég myndi sko, að því að það er heitt og þú veist, þú myndir finna einhvern læk og þú veist, þú getur lifa drullu lengi á vatni og þú veist, ef ég myndi má ég vera, þú veist, ég nenni ekki að vera slegið niður með þetta Nei, ég hugsaði svona í fljótu allavega hálft árið eða eitthvað svoleiðis hálft ár þú veist, ég myndi ekki deyja bara nokkur dögum 6 mánuðir eða þú veist, okay. en sko, ef þú samt nærið það langt ertu þá ekki alveg bara komin á Ég það bara svara getur það ekki bara verið í 13-14 ár 6 mánuðir Þetta snýst allt um að missa ekki vitið Það held ég, af því að ég held þú gætir alltaf veikt einhvern fisk og gist í einhverju hólu, þú veist, moka eða sett einhvern bambus og þú veist, ég held þú gætir alveg gert shit, ég gæti samt ekki Þú smíða getur hús. ekki þessu sem þú tala Já, ég get Og ekki að þú ert ekki, þú ert að sjóða vatni sko. Það var saman ég sagði veil sko. Ertu að tala með að þú ert að draka sjó? Ég meina, hvað, heldur þú sé pottið bara einhver lækur hann? Já, þú þurftir að sjóða vatn, já það er lækur, þá ertu náttúrulega í betri málum, en þú þurftir að sjóða vatn, þá þurftir að eldinn og pott Já. sem þú þurftir að búa til, væntalega myndi ég búa til kókosnitu. Er þetta 6 mánuðir? Ég ætla að segja, þú veist, ef þú næri 6 mánuðum, þá held ég að náir alveg 2-3 árum þess vegna. Þetta leiði þú annarkvæmt missi vitið, eða þú færði einhverja flensu. Sko ég missi vitið og svo, ok, þetta er bara 6 mánuðir á fyrsta svarið Já, þú veist, allavega það, já. Herðu, þá var næsta, hvor ykkar þá er ég að tala um þig og Egil Já, ég er með hærri sásöka þröskuld Það er ég. Okkur? Af því að ég ger ekki annað en að reka mig í og hérna og bara ég held bara að ég sé með það sko Ok ég hérna er það ekki, ég meina, nú er ég að spyrja þig sko. Ég er dómari og spyrill, ég má ekki segja hann Nei, að þú veist, ég meina í hverju hefur hann lent, skilur ég meina, ég hef stíð á nagla Já, vá og hérna Hvað, öskraður ekkert bara? En ég meina, þú Hann ert það með svo sem ekki alveg Nei, þú ert með 2 Jú. brjósklös og þú er líka ekki 2 við þig Já, þraukað það sko Já, og aldrei minnst á það 100% ég 100% þú segir Þetta er ég sko Ok. Já. Þá er það þriðja og ég byrst afsökun á þessari Já. Þetta var svona gert fyrir Egil Ef að konaði myndi blata því pegging eða pegg, eða hvernig sem maður beigir þetta hvaða stellingu tækir Þú verður að Shit. velja eina Er það þessum sem voru svo lengi? Voru það að velta peggingsteinum með? Það var eiginlega það var farið yfir ímislegt Já, ég meina, hvað, þú veist, sko, Egill líka meina að séu bara, þú veist, Hann vil meina þetta sé so hot right now að maður vil meina bara að séu allir í þessu. Það er bara ekki satt held ég. Nei, það er ekki satt. Nei. Þurfum að En fá, bara, þurfum að fá þeir sem er bara do you maður, þeir sem er í þessu Já, Herru. já, við þurfum að fá Gerði í spjall og spyrja hversu hot it er right now. Já, En hérna, hvað stellingu ég þarf svar Já, allir sé þá ekki bara líklegastur í komlu góðu hliðina, það er ekki að halda mig við það bara Mundur en ég vil hreinskili svar Mundur Já, fara í hlið Hvað er, þú veist, hreinskili svar Já. Ég bara Er það hlið? Þú verður að segja satt Já, Ekki reyna að vera fyndin Nei, ég er ekki að reyna að vera fyndin Nei. Ég er að segja bara svona
bara, þú veist ég meina ég held að sé var ekki svolítið skrítið að liggja bakinn í þessu. Það taka það, liggja bakinu. Nei, ég sagði var ekki skrítið. Ég veit það ekki. Ha? Ég veit það ekki. Hvað myndi þið finnast þægilegast? Því að þá ertu ímyndar að þú er í þessu, þá ertu að horfa bara í augun á frunni. Já, hvað er ekki konan sem elskar það? Jó, en ég minna, þú veist bara Æja, viltu vera hlið svo þetta ekki að horfa? Maður myndi bara springa úr hlátri held ég. Ok, hlið. Þannig þú varst ekki að grínast það? Nei, ég ætla að segja það. Ok. Hann fær hugla stig þar. Ha? Hann fær hugla stig þar. Já, þú meinar. Herru, þá er að síðasta já, hreinsaðu hugan alveg núna. Búinn. Að ég er að fara að segja eitthvað við þig og þú ætti að segja mér bara í einu orði það fyrsta sem kemur upp í hugan. Já, Ok, tilbúin. Bitu, þá ætla ég að hreinsa hann algjörlega. Já, og ég mun segja eitthvað við þig og þú ætti að segja bara fyrsta orði sem kom upp í hugan. Já, þú kemur með einhverja setningu á mig. Já, Ég skil. tilbúin. Og þetta er bara eitt orð. Ok, tilbúin. Já. Hvað er fyrsta orði sem kemur upp í hugan þegar ég segi nafnið Egill Einarsson? Stemning. Stemning. Ok. Herðu, þá fáum við okkar besta manninga þinn. Já. Og þetta verður spennandi. En ég sé eftir að ég hafa sagt þetta, þú veist, ég hef þetta að segja bara rugglaður. Nei, bara fyrsta, það voru alltaf að segja það. Já. Reglan var fyrsta sem kemur upp í hugan. Já. Herðu, ok. Þá eru menn mættir og það verður alltaf að pottið 1 stig því að sá sem verður nær í fyrstu spurningu fæst ég. Eru þið tilbúinir? Já. Ég byrjaði að spyrja Steinda Egill. Ég spurði Steinda hvað munduru þrauka lengi óbyggðum. Hvað heldur að vera hans svar? Ég myndi halda að maður er segur í þessu. Það er leiðilegt að borða, þarf ekki að borða. Ég þarf að borða. Nei, ég held að þurfa ekki að borða. Ég hef Þú ekki lifa án þess að borða, þetta er leiðilegt. Ég hef ekki mikla kröfur góðan mat, endilega, bara eitthvað. Svo getur þú ráfað labbaði hringi bara eitthvað og dúllaðir. Það er fínt, þú varst okkur eyju. Já. Þú veist, þannig að þú ert ekkert með þess að skjáfít sem ég er með. Ég held að myndi bara líða vel að vera týndur eitthvað. Ég held það. Já, ég þarf svar. Kannski ekki vel. Ég myndi halda að þetta er eitthvað 2 mánuðir. 2 mánuðir. Já, hann sagði 6 mánuðir. Þannig að, ok. Ég verður bara, heiðu. Það er líka bara hár réttu það. Þú myndir líklega að lifa í 6 mánuðir. Sko, það sem ég var að segja blöð, ef þú Það byrði ekki segna eitt, ég ætti að spyrja þig. Ég spurði Egil að sömu spurningu hvað heldur að hann myndi þrauka lengi að hann Sko, spurði. málið er að hann breytti svarunum mínu með að vera, ég var búin að hugsa þetta en hann var að breyta þegar hann kom inn skjáfíkn. Þegar hann er með það mikla skjáfíkn að ég held að, þú veist, ég er ekki viss að ná í bara viku út af því. Ég held að hann geti alveg veikt eitthvað villisvín og ég held að hann geti byggt sér eitthvað lítið hús þarna og ég meina, Egill er hraustur, hann getur hrist eitthvað tré og eitthvað bambu, kókosnettur þetta, hann getur gert þetta. Hvað er svarið þitt? En helviti skjárin er að fara að fá hann með. Ég ætla að segja sko, er þetta hvori nær? Hvernig fer maður þetta er hvoru nær. Já, ok, það langar mig að segja viku en ég ætla bara jafnvel að skrúa þetta niður í bara 1 dag sko. Þú ert nær, hann sagði 4 daga. Hann sagði hausin er þið farin út af skjáfí. Ég held að Steindi kom með 1-0 fórustu. Ég er ekki aðeins ykkur. Þá er það Þú myndi bara að sjá opsjónir og eitthvað. Já, myndi bara einmitt, hún væri fann að skrolla bara út í loftið og Það eru eitthvað. Steindi komin yfir. Steindi komin yfir. Steindi, ég spurði Egil hvor ekkert með herri sársaukaþröskuld. Hvað sagði Egil? Ég held að hann hafi gefið mér þetta. Það er rangt, hann sagði hann. Þá spyr ég Djúvill þurftu þess að halda maður. Ég spurði Steindi á sömu spurningu. Já. Hverju svaraði hann? Sko hann hefur aldrei lent í einum meðslumirinn alveg á ævi sinni, sko. Aldrei meitt sér neitt, sko. Aldrei dottið inn svona og nýð, sko. Það er olbúar, ekki eins og þessi krakki, sko. Hvað er þetta bulla? Steigvist einhvern mann á naglafrétti á hann. Já, ég bara En ég þarf svar. Ég brotið fullt af beinum og svona, þú veist. Já, sko Hvað sagði Steindi? ég myndi halda hann hafi gríðarlega trú á sínum þröskuldu og satt sjálfa sig. Það er rétt, það er 1-1. Þarna djúvill þurftu ég að halda Hann hann. las mér eins og bók. Já, Egil þetta meina að hann væri með munhæri sársaukaþröskuld. Já, ég veit, ég er kannski ekki munharri. Ég meina, Við getum alltaf verið sammála um það að þú En ert er með þetta að mæla? Við getum alltaf verið sammála um það að þú ert með lægsta hérna inni. Það er blöðarinn. Það er ég, það er 100%. Herðu, þá er það þriðja spurning Egil. Ég ætla að byrja þér. Ég spurði Steinda ef að kona myndi blata í svona gott peg session, Já. hvaða stellingu tækiru og ég spyr hverju svaraði Steindi? sko, hún myndi vilja líða vel. Ég þekki alveg minn mann hann. Myndi vilja líða vel. Já, þú veist. Auðvitað. Hvað? Nei, ég sæði ekki fyrir mér á eldúsborðinu með lappur upp í loft. Já, Eitthvað svona já. þannig gýr, sko, í Ég skil. tækinu. Já, Þetta er bara slögt ljós, undir sæng, pingu lítill, sko. já. Og veist þetta
Þannig að það er á bakinu eða Þannig að sko þetta sko, ég myndi halda að þetta var á bakinu eða hlið, en málið hann viðkvæmur fyrir orðinu hlið núna. Það er búið að segja það lengi, hann getur líklega ekki sagt upp á hlið eins og lengur sko. Ég nokkuð sem að keyrir í gegnum hlið, hann getur ekki sagt hlið sko, þannig að ég held að hlið helt líklega rétt. Hún myndi líða best bara svona að fóstustellingin einhvern veginn á hlið en síðan ég velta fyrir mér hvort að hann logið og satt bakið og ég segi hlið. Hliður það komið stig og hann vildi ekki horfa í auguna, hann vildi bara klára þetta og ekki bara horfa bara af, undir sæng á hlið. Já, þú veist, ég bara Ég spurði Egil á sömu spurningu, Steindi, hvaða stellingu væri Egil til í þarna? Já, það nú það. Það nú það, Þetta nú bara helviti erfið, þetta erfið spurning. Það eru 2 stellingar sem koma til mín. Upp í hugan? Já, upp í hugan. Og það er reverse cowgirl önnur. Það ekkert annað maður. Það gerast þig, ok, og hver hinn? Ég að fokast maður, það ekki það. Það getur ekki verið maður. Hvað heldur hann að segja? Ég ætla að segja að ég ætla að segja að þetta sé annarkvort hundastellingin góða eða á bakinu. Og ég ætla að segja á bakinu. Á að doggi. Það var hinn. Þú varst með 2. En reverse cowgirl hefði verið geðveikt sko, ef maður hefði verið það svalur sko. Heldur þú svarað því Ég er ekki margir sem pegga sig í reverse cowgirl. Ég veit ekki. Þú ert að tala um hvað þetta heit. Þá áttu sjálfur að halda tempóinu sko. Álur vesen sko. Herðu, ég spurði Steinda til að byrja þér. Ég sagði, Steindi hreinsaði hugan. Sko, Steindi, þú getur jafnað, þú getur ekki tapað, Egil. Það er geðveikt. Ég spurði Steinda hvaða orðið er það fyrsta sem kemur upp í hugan þegar þú heyrir Egil Einarsson. Hvað sagði Steindi? Ég bara Svepp, nei, hann sagði stemming. Já, takk. Hann gæði það. Stemningsmaður. Thank you. Já, stemningsmaður. Tek því. Steindi Betur getur jafnað. Ég spurði Egil hreinsaði hugan. Ég sagði við hann Sko með viðbröðin þín þá hefur þetta verið blöðrukall. Það er gíski mitt. Hvað segir þau? Blöðrukall. Með viðbröðin Ég geður í öllist að við skal að segja Hann kom ógislega allt blöðrur. Kasli Slér. Já, ég myndi okkar hluti, en fyrsta sér sagði telur sko. 2-2 drengir, meistara jafntefli. Ég næ bara ekki að vinna. Sko, mér finnst Þú ekki með þetta báðir. Mér finnst ég ekki hafa slefað það oft til þess að vera komið með það svona ofalega. Þetta var bara fyrsta sem kom upp í hugan. Þetta er nýtt, þú ert nýbúin að segja okkur frá þessu mómenti þarna. Ég hef ekki að gera það er my cross to bear. Það er alveg gaman að ræða svona hluti. Akkur sér okkur, við skuldum auglýsingar og mínir ósigrar, það er bara fyrir mig núna. Spurningakeppni Gilsvarar. FM 957 Þetta hér á FM 957 á FM 957 og já, það er alltaf gýr hér hjá okkur drengjunum í stúdíónu, vonandi hjá ykkur líka. Föstudagur og já, er þetta ekki bara fínasta helgi framöndan og svo við komum inn á í byrjun og að gera í boltanum og Ertu hættur að kalla þetta fössara eða flöskudag eða slá að leta? Ég tók aldrei þátt í fössara held Ég kalla fössar í dag. Já, jú, ég hefur glengt að sagt það. Já, ekki. En það er hins vegar komið að dagskrálið sem að, já, veit ekki hvort það sé virtur, en hann er bara alltaf búin að endast helviti lengi og heitir spurningakeppni Gilsarans. Mjög lengi. Ég veit ekki eins og hvað erum að fara í dag. Nei. Ég glemt að spyrja það í byrjun. King of drooling, King of slefur. King of slef, við vorum að tala um rétt á hana. Þetta finnst mér eitthvað skrítið. Já, ég byrjaði að vinna í þessu fyrir sko 1,5 degi síðan. Get ekki breytt núna allt í hennu, sko. Veistu hvað langar tíma að búa þetta til? Ég meina, ég get ekki tapað, vantala. Já, Þú ættir að fá einast. Nei, auðvitað höfum að slef. Ok. Þetta er aldrei verið áður og þetta er ekki þannig að þetta sé eitthvað, það er enginn að stríða þér hérna bara, Stendur þú að þetta er bara Ég er til í það. 50-50 dæmi. Ok. Og þetta er, veist, ég er með skrítna keppnir ekki um tíðina. King of drooling er kannski ekkert svo skrítið, sko. Ég sé mig ekki að fá mörg stig því að ok. Slefaru þegar þú loggar inn á heimbókan? Nei, jésús. Það er eitthvað bílaðan. Það var ógeðslega spurninga.
Það er alltaf legur hinskilin hana Já, ég er bara eins hreinskilin og ég get orðið. Já, því miður, það væri gaman en Ég held það er meira ekki þess alveg að raunin. Ég held meira þess að sko Bill Gates eða með Elon Musk er hann ekki ríkasti maður í heim í dag. Ég held að hann slef ekkert þegar hann fyrir inn á heimabankan sko. Ég held að það sé bara enginn sem gerir það. Hún finnst það örugglega ekki leiðilegt að fara inn á hann. Nei, en ég held að hann slef ekki. Ég held að hann fyrir ekki bara að slefa þegar hann sér töluna sko. Nei. En þegar ég fer inn á minn þá myndi ég alveg vilja að væri meira þar inni. Já, og ég þarf alltaf ekki að slefa. Þú myndir líklega ekki slefa Nei Hefur slefað ofan í gellu? Jésús. Æ, þetta Ok, ég finn núna bara þetta Já. er ógislegt. Þetta er, þú veist, fyrstu tvær eru svona maður. Ég satt ekki svo óþægileg Þú Jú, ert væntanlega bara að auðvitað. tala- Já, Nei, ekki. þú ert að tala um að kissa mannesku, kissa Já, konu. veist, ekki bara Já, kissa ég veist, þessi spurning er alveg eðlig, bara hvaða átt þetta er að fara í? Já, spólum yfir þessa bara. Nei, þetta er bara já. Okkur Eitt, eitt. spóli yfir hana. Nei, bara hann Það er aldrei farið í sleik. Báðir Jú, farið- hann sagði báðir farið í slella. hann byrjaði að segja þetta er ekki það, hann er að tala um eitthvað annað. Nú, hvað meinar þú? Nei, ég var að meina, þú veist, þessu Hver er Þetta spurningin? er ekki kost á kinnina eða munni, þetta er bara slelli, Já, skilur slelli, já. Við báðum með punkt, þetta er bara Hefur þið bent slefandi á gríðarætt magn af titlingum? Þetta er svo ógislegt. Já, þessi bara Hún er svo ógislegt. Eða Þessi er fyrir þessi mér að er helviti klára góð. þessa bara. Þessi er helviti góð Nei, hún er ógisleg. Ég hef aldrei gert það. Þetta er döðafæri fyrir þig stendur að komast í 2-1 Eins og alltaf er þetta færi. Þetta er Þú hefur ekki helviti mörg færi í þessu Þetta spurningum. hefur verið dauða færi í marga keppnir. Dauðafæri fyrir þig. Hvað ætli ég hafi keppt oft í spurningkefni Gilsans? Þú hefur fengið mörg dauðafæri allavega. Já, Hvernig var fyrsta? Þetta grínast ég minna þetta hlýtur að vera allavega 10 ára keppni. Og Ég þarf að spóla þessi sko, þetta konsept hjá þér. Shit, King of Healthy Lifestyle var 2. október 2015 Þetta er Það miklu. er 17. október núna Var það fyrsta? 25. Já, þetta er 10 Þetta er ára. búið í fokkin 10 ára sketni Öruglega ennþá. Hvað er að gera þérna? Og þetta er fyrsta sinni sem að King of Slef. Það voru bara ekki komna tölfur þegar þú byrjaði. Þetta er öruglega stóra blaði. Ég bara, Þetta er 1-1. já, ég er búin að vera í þessu dauðafæri allavega í einhver 3-4 En ára með þessa spurningu. þú varst baðvörður, við það flest allir Ég hef búin að vera með það í einhver mörg ár, sko. Og þetta færi... Og vinnaði var náttúrulega að benda af og til Hann er búin að segja þér Og svona mönnum að segja, hörru, drengi, farið nú og þóðu ykkur Ef þú vinnur í sundlaug. Ég hef lent í baðvörður, margótt Og Já. þóðu, drengur Þú er aldrei lent í því. Þú sást bara eitt Jörg. skets með fóstbræðurum og heldur að allir baðverði séu bara svona. Þú veist þetta var grínþáttur og grínskets. Og þetta er eitt besti skets sem ég séð bara. Já, hann er geggjaður. Já, heldur að sé Vinnar ekki við að segja fólki að þú sér Ég minna, þú veist, það er bara Ok. miljón ár síðan ég var að vinna þetta. Nei, nei. Við þurfum að fá bara baðvörð. Tja, við erum með interesting job. Ég þurfum að fá eitt baðvörð. Er þetta að fá baðvörð? Auðvitað. Hvernig vinnu? Þú steimplar inn, hvað gerur? Ég hugsa Þú kannski gerir allan fjandan, þú ert að vinna í íþróttahúsi. Þú ert að sópa, þú ert að moppa, þú ert upp í turni. Þú ert Þú ert að segja fólki að fara af línunni sem ég hef aldrei skilið. afgræða pulsur og búst og þú ert að gera alls konar, sko. Skemmtileg una Þetta kannski væru einhverjir krakkar eða úlingar í svona skólasundi og kannski segir þetta bara við munið að þrýfa ykkur. Ég held að sé engin slefandi bendandi á titlinga sko. Svona ef út í það er farið en ef ekki fara bara í næstu spurningu. Hefur þú slefað það mikið yfir Gilsa að þú skreiðst að honum allsber og graður? Æ, guð mig góðum. Þetta er ekki til mín sem Nei, þetta er. bara eins þetta er eins fjarriði og hægt var. Það gerðist. Ég labbaði í svefni á nærbuksunum. Nei, varst á penisnum Nei, ég var á nærbuksunum. Þarna Ég myndi sástu. aldrei sofa við hliðina þér á tippinu því. Nei, varst ekki í öðru rúmi? Jó, já, veist, þetta var svona smá bíl á milli Þetta var bara svona Já, svona eitt náttborð á standard milli. tveggja. Hann Já. lög að díla við, hann lappar í svefn Sem er alltaf leið, maður er ekki eini sem að díla við það Hef ekki gert það leiki? Nei, en þú veist, þetta var eiginlega Þarna röltur að mér að skreiðst röltir Þú vil hefði brugðið maður. Ég veit bara, hvað það gera þetta? Þú er panika, sko, ég höndlaði þetta bara mjög vel, sko Bara eins og zombie. Já, þú höndlaði þetta ekki betur en það. Þú ert búin að ljúga þetta í 15 ár síðan, sko. Það var ekki betur sem þú höndlaði þetta. Þú var aldrei sagt satt frá. Blöð, vilt þú taka hana punktana? Nei, það er bara alls ekki. Varstu Eina sem ég hef komið í líkingu við það. Það er þarna þegar bróður minn fór að sjá djöflana í Já, Rússland. þú sagði okkur frá það. Það var rosalegt. Þegar hann vaknaði upp í miðanótt öskrandi og bendandi út um Ég allt. var ekki öskrandi. Varstu með honum í herbyggju? Já, við þá vorum við bara saman í svona hjónarúmi. Vorum Sá bara hann að tveir. devi ég það? Já, sá bara og hann hefur líst í þannig að hann fann bara orkuna og óþægindin og bara Þú er að knúsa hana?
Já, ég var að stríða honum allan nóttina maður. Ég var alltaf að koma fram í eitthvað hanglað á hausnum og þvælast í honum. Hörðu, það er nú ekki fallega gert. Hvað meina, ef bróðir manns vaknar upp við eitthvað svona djöflastaf, þá auðvitað ertu að fara Já fokk í honum. Það er 1-1. Já, 1-1. Varstu einu sinni slefandi ógeð í flugvél og Gella tók myndar í flugvél og sendu alla vinkonu sér? Nei, það hef ég ekki lent í. Ég lendi þessu. Jú. Sko, hörðu, þú lendir í þessu. Það var eitthvað ekkert slefandi ógeð. Fór það shit viral eða? Ég veit að, nei, var þetta ekki bara hún að senda okkur að vinna sér? Já. Ég vona það. Ég menn út ekkert eininga eins sem við slefaði vel, sko. Nei. Hefur þú labbaði gegnum allan Sauðárkrók með því eina markmið að slefa upp í Gellu eða Gæja? Nei, það hef ég ekki gert. Hörðu, þú mástu Melrose Place atriði. Já, ég labbaði ekkert allan Sauðárkrók. Það labbaði samt svona Helviti langt labb, sko. bara alltaf hálfan bæinn, eða ekki? Ég labbaði upp í hverfi. Já. Það var ég til að slif. Já, ok. Myndu þú veist, Já, þegar ég hugsa það var Jú. slella atriðið ekki, ég veist. Ég ætla að gera það sama og Dylan gerði í Beverly Hills 90210 þegar hann fór til Kelly og kist hana. Út í rigningunni. Nei, hún bara opnaði og hann kist hana og svo komið stafirnir og ég vissi ekki hvað ég átt að gera þegar stafirnir eru búin. Þannig jú, ok, þetta er stig. Ég hef labbaði yfir hæð til þess að Sneri við á þess að dinglað. Já, Djúlið vilja að dinglað, sko, góð saga. Já. Það gerðist, veist, hefur bara, heldur að þið kist hana, hefur þetta er vandræðilegt spjall og snúðuðu að fara heim. Já, hún hefði örugglega bara sagt hvað ertu að gera. Já. Það hefði verið, sem betur fyrr hafði ég vita á því að snúa við þetta í brekkunni því að þetta hefði orðið ógeðslega óþægilegt því svo bara kom ég því á framfæri ekkert löngu seinna að ég væri hrifin að henni og það var ekki gagkvæmt sko þannig að sem betur fyrr bara dinglaði ég ekki og hún opnaði ég fór bara í sleik við hana það hefði verið bara hvað, veist Það hefur lesið vittlust í þetta. Já, maður að passa sig að horfa ekki of mikið á sjónvarp og bíómyndir og apaði eftir. Varst það jafna? Hvernig er Það er 22, já. Nei, það er 2, sko, Steindi, nú þáttu að, nei, heyrðu. Ég var Já, feil. heyrðu, auðvitað, já, sko, blöggt jafna núna. Ég var að jafna. Það var að jafna. Já, heyrðu, er ég vangi? Betum að sjá, ok, ásækið. Það er stórt. Ok, heyrðu, hefur þið verið í Skylagoon, einn út í hotni slefandi? Nei. Aldrei. Aldrei? Nei. Einn. Já, ég bara, þú veist, það er alls konar hot Ég hef aldrei verið einn í leitt lón. Eina góð með Skylagoon. Ég hef ekki eins og bara einn í sund. Ef þú vilt fela þig út í hotni, þá getur það auðvitað það, sko. Já, Ég hef bara aldrei verið einn í eitthvað svona vatn. Nei, eitthvað svona vatn. Þannig að þetta er ekki... Ég meina, hafið þið farið einir í sund? Nei, ég hef ekki gert það. Það er oftast ég heyri í einhvern bara og kikið sund. En það er oft samt einhver svona gamalt fólk sem röldir og fyrir í pottin og hittir svona hitt fólkið og allir En ég er að tala um mig, ég veit alveg ég er eldast en ég hef ekki farið einn. Já, ef þú ert að synda, þú ert í þessu fyrir cardio, þá er alltaf að fara einn í sund. Syndir Ég er ekkert að rakka það niður að fara einn í sund en ég hef aldrei verið eitthvað einn út í hotni slefandi. Ég hef aldrei farið einn í sund, ég hef aldrei farið einn í lón. En eins mikið og ég er búin að rakka niður sundlöðarnar fyrir að vera, þú veist, svona sveitó, að vera ekki að, þú veist, að selja eitthvað og svona dót, þá held ég að ég gæti alveg verið í ellinni svona einn með eitthvað svona mitt posi bara í pottinum, alltaf á sunnudagsmorgni með hittingur og svo. Tengdababbi með það einu sinni viku búið að vera bara í, ég veit ekki hvað mörg ár. Já, ég get alveg dótt inn í það, ég sé það fyrir. Það síðasta 2-2 slefar við tilhugsun að frúin pekkiði þig. Nei, bara alls ekki. Þetta er X. Fór þetta jættibli? Er það búið? Þessi verið aftur. Þetta er one time only. Þessi er ekki síðan alltaf. Það er ótrúlega að það er ekki tekið sko flugvélina það sem að ég var actually slefandi. Já, ég var bara með gælunar hann en ég var ætlað að vera með að hefur slefað í flugvél. Það er alltaf að ég var að gefa þér punkt. Það er ekki bara Þú slefaði í flugvél? Nýjasta slefi mitt í flugvél. Sjætlega líka verið með slefa gælu þegar það sjá þig. Það eru þau báðu fengið punkt sko. Matti slefti sko. Sleppum að fara yfir bara hvað kom ekki og förum í besta lag sem ég veist. Besta spurningin. Þetta er, mitt langu upp á slag í dag. Þetta eru Úlfarnir úr Skagafirðinum. Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957. Þetta komið bara allir sponsorundir hérna á einum bretti og talandi Keiluhöllina þá minnum við á boltanum helgina. Ég held að verði vel stappað þar í Liverpool Manchester United öruglega, ég veit ekki hvort þið allt orðið fullt en bókið ykkur borð á Keiluhöllina keiluhöllin.is komið nýr risaskjárðar sem er í ruglunum leddskjár og við þekki C.J. rétt að þá verður alvöru tilboð á barnum líka. Já, með er ekki bara alltaf bjórin bara í runni maður er ofta að sjá hann allavega á 500 kall og ég veit ekki hvað fær bjór og pening bara, þú hafði borgað með bjórnum. Já, en við erum hins vegar, ég ætla líka að minna á Banna hlæja, þáttur 3 í kvöldan er komin inn á blúsinn, þannig að tjekkja á honum, þar eru snillingar eins og Bennu og Fannar úr hraðfréttum, Eva Laufey og fleiri þannig að endilega tjekkja á því. Þeir eru báðu félagarnir.
Þeir eru báðir hérna og virkilega góð þáttur svona. Líka ára móla í þessum. Já, sáum þetta klippu. Já, hann þetta ekki, ég ætla ekki að segja neitt. En Mátt ekki spoila. Ég ætla ekki að spoila neitt. Nei. Viljum eins og að fara í lið Steindi, hvað ætlaðu þú að henda okkur í hérna? Herðu, ég ætla að henda ykkur í hvort myndirðu cash. Já, þú ert fann að blanda þessu saman. Já. Þetta var þetta vel steikt, þetta jafn steikt og þetta var hér síðast? Já, þetta bara skemmtilegt samt. Já, málið sko steikt, þetta sko Það var bara svo létt að svara. Já, en málið að þú hugsa þetta samt sko, þið eru stundum alltaf fljótir að svara. Þið verða þess að hugsa bara, ok, þetta svona, þetta, þú veist, þið eru að velta steinum yfir þetta. Já, en, veist, það er samt svo vill. Ef þú finnur svarið strax, þá nenni ég ekki að vera að feika það að hugsa eitthvað, já, ég gæti þetta ekki, nei. En stundum það, hefur aldrei komið heimtíðin á kvöldin og verið svo bara, hvað var ég að velja maður? Djöðs rugl maður, hefur þetta að velja hitt? Það er ekkert mikið að hugsa hvort að ég fengi miljard fyrir að vera með tungur hundi þegar ég heim, sko, ég reyni svona að hafa þetta bara hérna. En við erum líka búin að fara bara eins og nýta. Já. Herru, myndirðu fyrir cash? Nei, hvort myndirðu cash? Ok. Hvort myndirðu cash? Já. Núna 1M á mánuði á borðinu. Ok. Þannig að þú fær gömlu góðu skjalatöskuna með ljósin í, svo í Pulp Fiction, bíðandi eftir þér. Þá ertu nefndir í vesinni, segðu bara 1.000.000 eftir skatt. Já, 1.000.000 eftir skatt. Já. Og þú fær þetta. Hvort myndirðu cash, byrja nú. Ok. 1M og þú þyrftir að kroppi sama sárið á hverju kvöldi. Liggur upp í rúmi og Það er svona að rífa þau upp. Svona kropp í sárið svona sem er svona á handleggnum rétt svona fyrir neðan olbo. Það er skrítið. Óksaskrítið. Alltaf hann og leifir í aldrei að gróa einhvern veginn og það tjöplast eitthvað við, ok? Alltaf kropp í sama sárið. Hverju kvöldi. Ok. Eða mig ekki snert á sér tippið í 1 mánuð. Nei, mátt bara snert á tippið einu sinni mánuði. Þannig að þú veist, þú ert verið á klóst. Þetta er 1M á mánuði. Eða bara eingreðsla, hvernig? Já, og það er að velja. Bara einu sinni. Þetta er bara 1M millifært. Já, bara fyrsta hvers mánuðar. Já, alltaf. Já, þetta er ekki bara 1M búið. Þetta er hverju mánuði. Já, þannig ég þarf annarkort að kroppa upp sárið eða ég má bara snerta með félagann einu sinni í mánuði. Já, þannig að þyrftir alltaf. En er blöð þar að míga? Já, þá bara sestan og þú veist, þú mættir runni og þú veist, eins og í sturtu, þú getur ekki, þú skilur, þú þarf bara svona þrýfi kring og stóla bara á bununa og ég myndi ef þetta er eitthvað lítið sár og svo bara þurrka með blóð, ég myndi kroppi sárið held ég. Þetta er alltaf svona frúin. Ég var samt að sjá bara á netunum bara fyrr í dag að kallmenni að hrista sig sko 27 sunum á mánu, eða minka líkur okkur blöðurálskrafmenni sko 27 sunum í mánu? Það er að tala um hérna þristurinn eða? Þristurinn, ég er bara að tala um hristingana. 27 sunum í mánu? Já, þetta var helviti ég las það tölur bara, helviti bara, menn ger ekkert annað en að hrista sig og þetta er rétt tala sko. Þetta er að tala um að þú ert að tala um bara sjálfsfróðið, ekki? Ég er að reyna að finna þetta. Hvað heldur hann að segja að tala um? Ég ætla að vera að tala um hrista tippið eftir piss eða eitthvað, ég veit það ekki, ég vissi ekki hvað þetta kom svo random. Hrista tippið eftir piss? Nei, ég skil ekki hvað það tala um. Gerast þetta? Please, ég segi mér langar að tala eins og þetta. Já, ég er að finna þetta. Þetta er ekkert smá hátala samt. Já, 27 sinnum í mánuði. Ég var ekki í vesinni með þessa tölu þegar ég var úlingur, ég geti staðfest það, en ég er í vesinni með hann í dag. Þannig að frúin var að banka allir með svo blöðar hann bara, hvað er fram hérna, matur og eitthvað svona, já, þá ertu bara í læknisfræðilegu, þú veist, að gera þetta fyrir heilsuna. Ég mandur náttúrulega bara að gera þetta þá þú þarf að fyrir styrstuð eitthvað djöfulinn. Ok, ég finn þetta ekki núna, ég er en idiot sandwich. En ég hef reyndar, þetta var oft. Þannig að Steindi basically það hjálpi krabba, já. Þeir eru dreymt þetta bara. Nei, ég hef heyrt þetta. Er það? Já, bara, þú veist, þetta er ekki eiginlega reynur að finna sko. Þetta var mikið að hristing og þú veist basically að þú ert að koma okkur sem á hættu að nokkuð félagunum sko. Það er svo að gera sko. Já, ég tek kropp í sár. Kropp í sár og þú líka? Já, líka sammála. Skrítið maður. Nei. Já, þú veist, það er svona skrítið að kropp í sár alltaf. Já, þetta er allt skrítið. Já. Herru, það var næsta. Ég ætla að skrúa þetta aðeins upp núna. Þetta er svo mikið vesen næsta. Kottum einu alvöru nú. Já, þetta er alvöru. 2M á mánuði. Eftir skatt. Örlátur núna. Örlátur. 100% aukning. Eftir skatt. Já, fyrsta hvers mánuð. Ógislega þægilegt. Þú veist, þið þurfum ekki að hætta að vinna hérna. Þú getur bara gert þitt líf. Þetta er auka 2 sem koma. Vel á þetta. Ég er bara að segja á þessu. Já. Byrjat alla daga á því að naga þránað bein í 30 mínútur. Naga þránað bein. Hvað er það? Ha?
Þrán, hvað Ég er bara að heyra að þrána Ég er bara þessa aldrei brand new word hjá mér, sko. Ertu að heila búa eitthvað til eða? Nei, Eitthvað, Naga þrán af bein ég hef aldrei heyrt þránað Ekki bein. heldur Býtu, er Ég ég veist, málið, þetta er bara, það er 100% til, stendi bara pakka okkur saman en það eru En vinnum hvað er, ok, hvað er þrán? Getur verið með FM lingo? Hefur heyrt eitthvað trú hérna að segja þránað hérna? Nei, býtu, er ég að ruggla eitthvað? Er það ekki svona hálf mikla beina eða eitthvað? Þetta er auðvitað hárið Ha? sem þránað bein. Ég veit það ekki maður, ég var ekki búin að Ok, hvað, naga mikla Þrán? bein Ég er að fara að fá hausverk hérna Steindór Þránað Það segir bara- bein. Já, hvað? Ég lærði í dag a brand new word. Já, ok, naga Þú bein lærir að hlusta af Þú veist, þú ert bara með ykkur svona kjöthætlur á þessu og vaknar og fer og naga Þú mátt alveg upp í rúmi með þetta líka og ná póka eða eitthvað Já, naga þránað Bein. Þannig að þú Hvað vaknar- það lengi? Hvað er 30 mínútur Új bara. Þannig að þú vaknar basically og ert bara nagið í 30 mínútur Fyrsta sem þú gerir á mótnana En má maður með kaffibólla á sama tíma? En ég má við sopa kaffi og svo naga í beinið? Já, svo sem, en þú veist, eiginlega skiptir það skárra. Já, svona að þú getur einhvern veginn Új, það er ekki skárra. miklu verra Hvað er hitt? Og hitt er, eða öll kvöld Þú veist, að enda öll kvöld, skilur við Þetta er að fyrsta sem þú gerir á mótana Vaknar, getur ennþá verið upp í rúmi sem er næs Leggst bara á hliðina, nærði í beinið og byrjar að næða þetta Ertu alltaf á hlið? Nei. Sefur á hlið? En þú sagði leggist á hlið ég get ekki sofið á maðanum Hvað er En upp á nei, hlið? ég get heldur ekki Því ég held að sem flestur á baki Nei, ég get ekki sofið á bakinu Nú, að Því ef ég sé á bakinu þá er ítið sigur mig bara á hliðina Ég hrít Hvað er upp á Og hlið? ef ég sef á maðanum Ef sopna, þú veist, að því að ég er með brjósklós Og það spennist upp á mig, ég fæ svo í Þrjú bakinu brjósklós. sefur einhver á magan? Það er ekki mest Að leggjast á magann og andliti? Og Tiny Little Baby þau svo Já, það meina ég skilur að leggstu svona á hlið Þú veist, þú lest ykkur með á hlið Ertu komið með græjuna? Ég sef á hlið Ertu komið með græjuna? Þú veist, ef þú ert með græjuna þá liggur á bakinu, setur græjuna á þig og þú sefur svo engil. Hver heldur að sofa? Ég get ekkert sofið bara á bakinu eins og Dracula maður Það sofa í allir á bakinu Það er allir með þessa Sefur græju. bara á bakinu Já. Og horfum bara upp og bara góða nótt Ég loka augunum Já, ég segi, þú veist, maður leggst alltaf bara svona á hendina og hlið, skilur við bara Ég er náttúrulega, ég halla höfðinu En sopnar ekki höndin þá og vaknar hún sofandi Jó, og... það færi bara hina eða eitthvað Svo við erum fullandi menn Hvað heldur við getum ekki að díla við einhverja lina hönd bara einu svona jú, En ok, já. Herru, eða enda öll kvöld á að sjúa brauð í 30 mínútur Já, bara sjúa brauð Þú veist, það er bara Þetta er einhverjar steiktustu Þetta er vennileg brauð eða ekki? Jú, bara Þetta er venjulegt ekki úldið ógeðslegt brauð? Þetta er bara venjulegt brauð Bara eins og kaupi fransbrauð eða rúbrauð Þú mátt velja hvernig brauð Og þarf þetta að setja það uppi og sjúa það í 30 Þú veist, þannig að þetta verður 2 milljónar manni Það er eiginlega skárra en beinið á mótnana. Ég myndi bara alltaf að gera þetta Þú veist, ég er bara að segja, þetta er bara svo Þetta leiðilegt brauð er ekki vont á bræðið Þetta er leiðilegt, þetta er lengi líka Já, 30 mínútur, þú mátt ekki Já, horfa á neitt eða vera, þú veist, konan er bara, ég farin upp í Já, en ég er að ná mér í 2 milljónir Já, kemur til 30 Nei, mínútur já, þetta var samt Sjúa 2 brauðið milljónir ef við tækjum beinið Nei, annarkvort, Já, þú ert að velja já, Þetta er ok, hvort myndur þú sorry. Þetta er steiktast til leiði sem ég Svo fara er engin til í kallin líka, þú veist Ég get lofað því að konundar ekkert eitthvað býða eftir ykkur í hálftíma eftir að þeir eru búin að sjúa brauð Nei Þetta er bara að vinna Ég er ekki held að marga sem nota hádegin í samleiði sko, þannig að það er ekki vesend þó að þessi brauðið komið á hann í guldi sko. Herðu, síðasta Mennur plís að koma í síðasta Það er blöður ekki að nenni svo lið Nei, þetta er svo steikta spurningar En ekki heldur einhverju samlífi í hátæðinu sko Nei, það sko, Það er í pásu. ég var heldur ekki með Það er í langri pásu, já. Herru, ok, þá er það hérna Sko, ég er með 2, ég ætla að leiða ykkur að velja áður en ég kem upp að hérna Þú veist, hvort myndu við velja, þetta er sko að tala með grínrödd Einn random dag í mánuði Allt henni færi bara síman, þetta er dagurinn Þú bara, demar, ég er að fá Það getur maður bara að vera heima þann Já, daginn. það Já, nei, þyrfti- betur það kemur random Já, þá þú þurftur stjórnar allt þetta ekki. Þú veit Það er bara, alveg einn vesen. blöða lappin á fund Og allt henni bara kemur þetta bara goddammit maður Ég þarf að tala eins og mikið músitt á þessu fundi skilur. Það er Það er ríkalegt. ömurlegt. Það er ríkalegt Það er sko. hrikalegt Það myndi allir loka þér um díl þannig sko. Já, ég að naga sigg 6 sinnum í mánuði Új, en hitt er að pissi blómapott 2 í mánuði heima hjá okkur og þarf að velja bara fuck me, ég ætla bara að klára þetta maður pissar í ég potti er ekki menn en blómpott. Hvað gerir ég þá? Það er ekki minni blóm heima hér Aldrei ekki? Þú voru að fá í blómapott Hafðu þetta bara siggið eða hvað var hitt? Já, eða hitt er að pissi blómapottin Já, hinn spurningin Já. Vil ég velja hana? Pissi blómapott Nei, það var siggið eða hvað? Nei, Það tala með grínrödd Ég safna prumpi dollu 2 í mánuði en blómapotturinn er örgulega Það er bara Ég finn mig verða heimskar Ok, segja bara Við lærðum nýtt orð. Já. Þránað. Þrána beini 730.000 á mánuði tala með grínrödd einn random dag í mánuði Hvaða sigg er þetta? Bara, Eða- veist, eitthvað staða bara bara í lóanum Új, Já, ég skal naga sigg það er skárra en
leiðilegt sem En grínröddin alltaf lægi, ef þú ert bara heimi ykkur og ert bara að taka svona Nei, það er samt hræðilegt Frúin Þú ert að tala við börni Herðu, þetta er Siggið og við ætlum að fara í nýjasta lag DJ Muscleboy Material Girl Þetta er að vera vinsælt í Hollandi, varstu að tala um það? sko Hollendingun og þjóðverðin er hrifin á þessu Þetta er líka í samvinnu með Klaas og okkar bestamanni Ásgeir í Stop It Go og fekk 2 rosalega söngkonum með mér og ég það heppin að það eru 2 á heimilu sem ekkert eðlilega góðar að syngja Það eru Guri Jóns og Eva Malin Egilsdóttir Þetta eru 2 Material Girls og þetta er lagið Material Girl Þetta er FM Þetta er að nýjasta frá DJ Muscleboy Material Girl á samti okkar bestu Evu Malin og Guðríði Jónsdóttir Já, Annars, ég var að segja að Eva Malin er sko hún er örugglega einn yngsti Spotify-artistinn Já, Hún leikir vesinni með að claima Spotify accountið sín þegar þú veist hún er 11 þetta er smá vesen En drengir, ég var að spáði hendi ykkur bara örstutt Það lítið eftir að þættinum Hvor er nær? Já, Ég elska þann leik Já, Ég eina svona síði í honum Mér þetta skemmtilegur sant Eina stutta og laggóða Og sko, eru þið tilbúinir? Já, þá sendum við á þig Já, þið verður að senda mér svörin Og þetta eru 3 spurningar og svo alltaf Ég þarf að vera mópið hérna fyrir svörin frá okkur Og Steindi búin að vinna mig Hann er betri í þessu Já, Mikka sko, hann er búin að pakka mig saman Alltaf, þetta er mér fyrsta skipti Hvað gerast hérna? Ok, nú þarf ég að ríða mig í gang Já, Ok, eru þið tilbúinir? Já. Nick Stobler er með lengstu tungu í heimi Og þetta var víst viðurkennt árið 2004 sýnist mér Þá náði hann þessu heimsmeti Ég spyr í sentimetrum Hversu löng er tungan hans? Nick Stobler líklega vinsætt í samlífinu sko Þetta er líklegt með sko tunga getið þið snert til dæmis nefið á okkur með tungunni Nei Já, veit, ég geta en ég togna næstu við það sko Ég þarf að fyrir En þú Sérðu? getur það Ég er með ógeðslega litla þessu Ég kennst ekki lengra þetta Þetta er pingu lítil tunga með Já. Sko seniorinn, hann getur farið sko hann getur sleikt upp á mitt nef og hann var notað Bara næstu upp í augu Já, bara, Mitt þú veist, nef? hann getur ekki bara rétt komið við nefið hann fer alveg upp á nefið og hann var Það voru ekki hissa að mamma henn og pappi sig ekki skilt eins og ég meina Það er eitthvað elst hann þegar hann var yngri þá var hann hann var krakki af því hann gæta Ég skilin meira heldur en skilt Jésu En hann var alltaf settur upp á borð þegar hann var yngri þegar hann komið gestir og svona hann var alltaf hent upp á mataborð og látið hann sleikja á sér nefið Þetta og notaði bara sér skemmti Þetta er bara free entertainment Borð Já, já sko, Ég kann ekki gert það bara í stól Hvernig mælur þetta hérna þessa tungu? Hvað er vantarlega bara að fara alveg í kokið alveg hérna sem bara festingin er það ekki? Ég er bara náttúrulega leið og ég veit hvað Þetta er vantarlega eitthvað fálega tala og ég segi allt og lítið, Steindi miklu harra hann pakkar mig saman svo alltaf Ég er bara að Sendið segja mér Já, ég er búin að Við erum að tala um sentimetra Stærsta, nei, lengsta tunga í heimi Í sentimetrum Nei, ég ætla að standa við það Ok Hversu löng er hún á Nick Stobler? Egil segir 21 cm Steindi segir 25 cm Þetta mun koma ykkur óvart Þetta er ekki nema 10,1 cm Egil fær stíð 10? Já. Ég myndi okkur að senior meira en 10 cm 10 cm 10,1 tunga En hvað þá eru við bara með hvað? Við erum með 7 cirka Þetta verður ekkert mikið lengur Ég held ég var bara að skjóta á neðalagan Hörðu, geggjaði komin yfir Já, Yes til lukku Herðu, þá er það lengstu táneglur Ói allra tíma Já Og svona til að gefa ykkur smá viðmið og hlustundum Þetta er sem sagt kona frá Bandaríkjunum sem heitir Louise Hollis Louise Hollis Já, hún kemur frá Bandaríkjunum Meðal tánögl er 1,62 millimetrar Það er meðal tánögl En ég spyr ykkur Aftur eru að tala um í sentimetrum Hversu, já, margir sentimetrar eru, eða voru á Louise Hollis Aha Ok Já Ég held þetta væri það síðasta sem ég myndi safna Já, þetta er ógeð já. Það vantar ekki mikið að gera henni í samlífinu eftir þetta atriði sko Ég er búin að senda þig Það er alltaf meira að gera hjá okkar bestamanni Nick Stobler Já, Erst þú búin að svara það? Já, ég er búin Ok, af því að ég ætla að segja ykkur að ég man eftir bókinni, Guinness-bókinni sem ég las ykkur tíma það Þú ert búin að, þess er svo góður Þú búin að lesa alltaf þessari Nei, kynnisbækur ég man eftir hún var með á nöglunum Já, það voru hérna á fingur að fingurnöglunum, það fór sko alveg niður og krulluðust upp og allt Bara það margir þannig að- metrar Já, sko, allavega svona metr myndi ég gíska á hana Þess vegna er kannski En hún- mín tala svona háhattan sem ég sendi En sko, náttúrulega þú voru að taka líka inn Ef þú ætlar að vera í skóm hana Þú veist að þið út með þetta á puttunum Ég held að manneskjan sem með lengstu tánöglur sé löngu hægt Hvað að sagði skó Stóni? Egil segir 75 cm Steindi segir 120 cm Rétt svar er 221 cm Nei. Steindi búin að jafna
Hún er ekki mikið í skóm þá. Nei, þetta er viðbjöður. Þetta er bara með því ógeðsleira sem ég lesi. Allt fyrir metið. 221 cm. Strákar, getum við gert eitt? Getum við eignast heimsmet? Af því að voru nokkur heimsmetana sem voru, það er til létt met. Já, við getum alveg fundið ykkur mjög auðveld heimsmet sko. Við getum fundið eitthvað. En ekki þetta. Þetta er síðasta sem ég myndi reyna. Gaman að eiga eitt met. Herru, þá er síðasta, það er 1-1 og það er alvöru spenna. Shit, maður. Lengsti kúkur sem hefur verið mældur. Já, þetta er Kemur frá specialty. Chile. Gott kúkagrín. Já, og ég spyr í lokin, hvað var hann í sentimetrum? Sko, ég á félaga sem átti topp rankaðasta kúkin á Reddit í einhverja 4-5 mánuði. Þetta er bara einhvað sem ég þarf alls ekki að heyra. Mest topp. Ha? Útskýrðu þetta aðeins, hvað gerist þarna? Nei, bara please ekki útskýrðu þetta. Hver postaði þetta kúk? Nei, bara, þú veist, það er bara, þú getur farið á Reddit og að þráður, það sem að þú getur fundið alla fjandan á það. Og hann átti fólk að posta kúka myndum greinilega, og hann átti allavega svona vinsalastu hæðirnar í marga mánuði. En hvað var þetta í sentimetrum? Ég lendi stundum í því í sporthúsinu að það er flótsaur í salerninu þannig frammi. Ég bauði sér eftir að spurt Nei, að senda mér sentimetrum. Já, sko, ég lendi í því. Ég langa að fara í kamerun og sjá bara hvað það meistari hægði sér hérna. Því það var flótsaur. Hver sturtar ekki niður? Ég sturtaði niður. Hann haggaðist ekki og það þungur og massífur niður. Ég hugsaði bara, hörðu, ég valdi sér kúk ekki hreyfast við að sturta niður. Ég var bara, hver var þetta? En var ekki pappír? Langaði bara að taka í höndina á honum Var ekki pappír? Engi pappír, bara kúk og þegar pappír gæla að fá niður. Hann hefur kannski sturta niður. Já, farið, já, ég skil. Þannig að eftir þetta, þá hluti þetta er álveru lengt, sko. Þetta er kallað að skilja eftir partybaldur. Ég er komið álveru. Komið með sentimetra. Þetta er húslitaspurning, svo teljum við hér þennan fyrstu daginn. Ég ætla að segja að þetta sé sko, vá, þetta er allavega þetta sko. Ég er auðvitað að skipta langt undir. Ég er að skipta langt undir. Langt undir. Hvað sagði það? Egil sagði 30 cm, Steindi sagði 70 cm, rétt svarið 20 cm. Þannig að Egil 20 cm? Já. Sem er lengst í kúkurinn? Sem hefur verið mældur, ég held að sé öruglega fullt sem hefur ekkert verið mælt Já, það er nefnilega ekki Það er ekkert allir að ringja Það er ekki allir stoltir þegar En ég nenni ekki að ræða þetta meira Því að félagi minn er bara þá með heimsmeti Já, bara til lukku á félagin Frábæs Það er komið að lokum við þökkum fyrir hlustun í dag Við minnum á blökastið á þriðjudaginn Ég minni líka á banna að hlæja Þáttur 3 er mættur inn á Sín Plus Tjekkið honum og svo er bingo í Hlégarði á sunnudaginn í hádeginu Já, og eitt annað, ég ætla að fyrir minn okkar besta mann Sigurjón Kjartansson er að öll serían Brjánn er mættin á Sín Plus þannig að nú getur fólk farið og binsa alla 6 þættina Hárrétt, annað leiðilegt dæmi er að það verður líklega ekki af gigginu okkar á Tenerife jólin sem átt að vera því að það var í samstarfi við flugfélag sem er hætt Það er ekki alveg staðfest en við látum ykkur vita en eitt sem er alveg staðfest að við verðum í Sjallanum 13. desember og það styttist í miðasöluna þar verið á tannum og þetta lag verður tekið þar Þetta er topp tónlistarstöðin FM